Góðan og blessaðan sumar sólskinsdaginn og góðan og blessaðan sumar þingsdaginn. Hér stend ég og get ekkert annað. Ég ofurglöð. Fyrirgefiði, hvað ertu að segja? Ég bara skil ekki alveg. Já, þakka fyrir vinur. Þakka fyrir vinur. Og það strax farið að gefa mér fallega gjafir. Þessi ungi maður var að gefa mér teikningu. Ég set sumarþingið okkar, fyrsta sumarþing þjóðarinnar, fólksins í landinu sem nokkur tíma hefur verið haldið á þeim forsendum sem þingið okkar haldið í dag. Við erum hér saman komin í ljósi þess að þrátt fyrir að eiga 63 þjóðkunna fulltrúa fyrir okkur á þinginu þá sjá þeir ekki ástæðu til þess að sitja lengur en raun ber vitni, drífa sig í langt og gott sumarfrí, vegna þess að það eru engin fyrirliggjandi greinilega störf sem þarf að vinna í landinu. En okkur þykir komið nóg. Þið eruð þingfulltrúarnir okkar hér í dag. Við munum eiga saman ánægjulega stund og ásamt ræðumönnum eru valin kunnir baráttu jaxlar sem hafa verið sýnilegir í samfélaginu okkar og eingöngu þekktir af því góðu eina að vilja hag okkar allra sem mestan, en ekki einhverja ákveðina, útvalinna, gæðinga og allt það. Og ég byrja á því að kynna, það Ellert B. Schram, formaður eldri borgara í Reykjavík. Verkalýðsleiðtoginn og baráttujaxlinn Vilhjálmur Birgisson. Og enn annar verkalýðsleiðtogi og baráttujaxl nýkjörinn formaður VFR, Verslunarmannasambands Reykjavíkur, Ragnar Þór Ingólfsson. Einnig munum við fá til okkar góða gesti sem munum flytja hérna stutt erindi, litla stutta framsögu, kynna okkur pínlítið þann veruleika sem að þau eru að lifa og hrærast í dag og að reyna að hjálpa til með, og það Ásta Dís, hún er yfir PEP Ísland sem eru samtök í rauninni á heimsvísu sem berjast gegn fátækt, og svo það okkur að öllum góðkunnugur Guðmundur Ingi Kristinsson, baráttujaxlinn mikli sem formaður Bótar og leið hann einnig og varaformaður Flokks fólksins. En við munum og, því verða að fyrirgefa, ég aldrei með blað og þess vegna sagði ég hvernig á ég að muna það sem ég verða að segja til þess að vera formlegur fundasettari. Ég hef aldrei áður sett þing, en þá ætla ég að segja ykkur þær gleðifréttir að við ætlum að frumflytja hér saman í dag baráttusöngin okkar sem að okkur hefur verið gefin. Engin annar en Kristján Hreinsson, þekktur sem Skerjafjarðarskáldið, hann gaf okkur ljóðið, og listamaðurinn, tónlistarmaðurinn og lagasmiðurinn og tæknimaðurinn okkar hér í dag ásamt fleirum, Birgir Jóhann Birgisson, hann gaf okkur fallega lagið við ljóðið. Aftan á bólum sem eru til sölu niður í Andiri, þar má finna til dæmis textan af baráttuljóðin okkar, og í rauninni þá hefðum við kannski séð það fyrir okkur að leið og þið hefðu klætt ykkur í bólina, þá gat hver og einn lesi textan aftan á næsta manni, þannig að allir hefðu örugglega geta sungið með. En hvað það? Bólinnir eru til sölu niður í Andiri og kosta 2.000 krónur og eru að litlu leyti fáum við að njóta pínlítið góðs af þeirri sölu til styrktar fyrir þetta sumarþing. Því eins og að ykkur rennur grun í að þá kostar það skildingin að halda svona flott þing eins og við erum að gera hér í dag. En áður en ég segi eitthvað fleira og mismæli með eitthvað meira, þá ætla ég að kalla til fundarstjóra, þingforsetann okkar, og ég vil bjóða Halldór Gunnarsson að vera hér þingforseta í dag ef að fundurinn samþykkir það. Gjörðu svo vel Halldór. Hann mun stýra fundinum okkar, þinginu okkar af sinni einskæru röggsemi. Takk.
Hugsið ykkur hvað það stórkostlegt að við skulum upplifa það, að það sé orðið að veruleika, að við höldum hér í dag í Háskólabíó sumarþing fólksins. Hver hefði trúað því að það væri hægt að kalla til svona fundar miðjan júlí á laugardegi klukkan 2? Ég viðurkenni það að ég reyndi að fá Ingu að því að boða til þessa fundar og sagði henni að það væri útilokað að við fengjum fleiri en svona 200 manns á þennan fund á þessum tíma. En eins og þið þekkið Ingu Sæland, þá ekki hægt að tala hana svo auðveldlega til. Áður en ég set fundarreglurnar fram og þið eru búin að kjósa mig þingforseta þessa sumarþings, þá vil ég taka það skýrar fram en Inga gerði að þið eruð þingmenn hver og einn í salnum hér ásamt ræðumönnum, þið eruð þingmenn þessa þings. Og það undir ykkur komið að þetta þing fari vel fram og það sé ekki nein stjórnarandstaða hér sem noti tækifærið til þess að tala þingsköpin eða fundarstjórn þingforseta. Það verður ekki lyft. Ég mun ákveða tímann sem hver og einn hefur og ég hef sagt ræðumönnum það og síðan gestirnir þeir fá líka sinn tíma og ef þeir fara að tala allt og lengi þá slægi ég hérna í borðið einu sinni sem aðvörunar svona merki, en ef ég slægi tvisvar þá eru viðkomandi aðilar í hættu. Eins með ykkur sem takið til máls á eftir. Þið getið gert það í formi fyrirspurnar, þá þurfið þið að standa upp og biðja orðið og ég bendi eins og ég get réttilega til þeirra sem það biðja. Þið þurfið að taka fram nafn ykkar og þið þurfið að segja hvort þið séuð að flytja mál ykkar, að segja ykkar reynslu eða ykkar baráttu eins og ég veit að margir standa hér frammi fyrir. En ef það fyrirspurn, þá þarf það að vera fyrirspurn, en ef það ræða og frásögnum baráttu, þá það ykkar mál, en þið hafið 3 mínútur og síðan fáið þið eitt viðvörunarmerki og síðan annað. Áður en ég kalla ræðumenn til, þá vil ég leyfa mér, sem ég má ekki, að flytja örstutta ræðu. Ég sé þá sýn, ég á þann draum að á komandi árum, eftir 1 ár eða 2, þá verði kosið til Alþingis á ný. Og þá verði sú bylting sem við erum að kalla eftir sem upphaf með okkar baráttu söng að veruleika. Og flokkur fólksins stormi inn á það þing með það vægi að við gætum náð þeirri stjórn í það minnsta að það verði þjóðþing í stuttan tíma. Þjóðþing sem breyti stjórnarskrá á þann hátt að fólkið í landinu geti kosið þau mál sem Alþingi Íslendinga hefur ekki haft kjark til þess að taka afstöðu til. Og ég veit að ég þarf ekki að taka þau mál fram, þau munu koma fram í ræðunum hér á eftir. Ég á mér þann draum og ég sé þá sýn að við þessa breytingu getum við náð fram nýju Íslandi þar sem réttlæti ríkir. Og þessi fundur hér haldinn til sem upphaf gagnvart þeirri
baráttu. Nú hef ég lokið ræðuminni sem óvenju stutt og bið fyrsta ræðumann kvöldsins að koma hingað. Ellert B. Schram, gjör svo vel. Þarf ég að standa á þessu hérna? Ég ekki alveg... Þú má sleppa því, þú ert svo hávaxinn. Já, ég held bara. Ég held ég sleppi því bara. Já. Ekki byrjar þetta vel. Fundarstjóri stoppar ræðumann. En þau leiða atvik að svartur Citroën hefur runnið út á götu BI-P57 og það þarf að bjarga því máli því hann á miðri götu. Akkúrat maðurinn sem ég ætlaði að tala við. Já, komiði öll sæl og blessuð og ég þakka fyrir að bjóða mér að ávarpa þennan fund og taka þátt í á þessu sumarþingi fyrir hönd félags eldri borgara í Reykjavík, en þar ég eins og flestir vita kannski formaður. Þá spurningin svo, fyrir hverja þetta sumarþing? Jú, við erum að tala vini og vandamenn sem komnir eru til ára sinna og sína áhuga og framtak á málefnum sem snerta hagsmuni, þjónustu og líf þeirra meðbræðra og systra okkar allra sem hafa verið svo heppin að fá að njóta ævikvöldsins, gráu hárana, þroskans og reynslunar. Lífdagarnir eru ekki sjálfsagðir en aldur okkar kynslóðar og þeirra sem á eftir okkur koma lengist með hverju árinu. Ég lýsi því yfir, ég elska lífið. Ekki síst vegna þess að ég hef lært svo margt, skil betur, nýti reynslu mína og átta mig sífellt meira á þeirri staðreynd að lífið lærdómur. Lærdómur hverju maður þarf að sækjast eftir, haga sér og njóta þeirra verðmæta sem felast í tillitssemi við aðra, samkennd gagnvart meðreiðarfólki, kurteisi, gleði og hamingju. Það að segja að lifa lífinu með heiðarleika og hjartagæsku. Troða ekki á öðrum og gjöra það sem þú vilt að aðrir gjöri þér. Við Íslendingar eru tiltölulega fáir í stóru landi, njótum auðæfa í náttúru, sjó og landi, öðlumst þekkingu og menntun og eigum okkar menningu og sögu og reynslu. Erum frjáls og að minnsta kosti flest fordómalaus. Allt þetta á að gera okkur fært að lifa við réttlæti, jafnræði og meðvirkni til góðra verka. Og það í rauninni heilmikið af fólki í farteski þessar þjóðar sem gerir sitt, sem leggur sitt af vogarskálarnar til að bæta kjör annara, hlúa að veikum og öldruðum og hjálpa til þegar þess þörf. Að þessu sögðu það sorglegt hvað illa það gengur að sýna stjórnvöldum og ráðamönnum og kjósendum líka hvað til þurfi til að eldri borgarar geti notið áhyggjulausra ævikvölda og upplifi ekki þá tilfinningu að þeir séu afgangsstærð í þjóðarbúinu. Upplifi sem sagt að kynslóð þeirra sé komin yfir síðasta söludag. Hvað á ég þá við? Ég tek svona upp í mig. Hvað ég að gagnrýna og hverju ég að kvarta undan? Áhugaleysi gagnvart ábendingum og betrumbótum fyrir eldri borgara, skortur á þjónustuheimilum, hjúkrunarheimilum og elliheimilum, tillitsleysi gagnvart hækkandi kostnaði lækninga og húsnæðis, vanvirðing á hagsmunum eldri borgara með fáránlegu frítekjumarki, lágum tryggingabótum og sköttum á lægstu framfærslubætur. Allt upp í 2 ára biðtímar eftir hjúkrun, uppskurðum eða læknishjálp, niðurfellingu grunnlífeyris, lækkandi húsnæðisbætur, bara svo eitthvað sé upptalið. Vandamálin og viðfangsefnin blasa við.
en svörin eru því miður oftast og ha. Nú ég ekki að ásaka einn umfram annan og í rauninni trúi ég því ekki að valdamenn og stjórnendur þessa lands séu andvígir eða öfugsnúnir þegar framagreindu ástandi er lýst fyrir þeim. Ég leita ekki að neinum sökudólkum eða andstæðingum hinum með við borðið, en einhvern mætir maður tómlæti og fjármála áætlunum sem ekki taka tillit til þeirra viðfangsefna sem blasa við okkur öllum þegar undan þeim er kvartað eða frá þeim sagt. Við erum ekki að fara fram á það að öllu verið kippt í lag með einu pennastriki. Við vitum að breytingar til bóta kosta peninga. Við vitum að fjármál ríkisins eru takmörkuð, meðal annars vegna margra annara framkvæmda og aðgerða. En eftir stendur að hér að ræða meðbræður okkar og meðsystur, afar okkar og ömmur, fólki sem hefur lagt sitt fram á langri ævi og eiga þakklæti og stuðning skilið. Þetta sem sagt snýst forgangsröð. Við hendum ónýtum heimilistækjum og gömlum möblum. Við hendum þessu öll í sorpið, matarafgöngum og umbúðum. En þannig eigum við ekki að hafa okkur gagnvart öldruðum einstaklingum og samferðafólki. Við eigum ekki að hundsa réttlátar kröfur lágmarksstuðning til þeirra kynslóðar sem hefur rutt brautina, sem skapað hefur þá grundvallar stöðu að hér getum við búið við velsæld og viðurgjörning ef við viljum. Og það allt saman aldrei arfleið eldri kynslóðarinnar. Stjórnmálamenn geta tekist á frjálsræði og framtíðarverkefni, uppbyggingu og framkvæmdir, skipulag og stjórnarfestu, hægri og vinstri í pólitík, þennan eða hinn ráðherrann, ákvarðanir þeirra og skoðanir. En hér á þessum fundi eru þeir mættir, geri ég ráð fyrir, sem þurfa að fara í málaferli til að ná eyrum stjórnvalda. Og þá ég að tala flokk fólksins og okkur alla sem eru komin að þennan aldur. Við þurfum að ná eyrum stjórnvalda og við þurfum ekki að þurfa að haldast útifundi af þessum hætti og flytja leiðilegar sumarkveðjur, ef svo má segja, til að minna á hagsmuni sína og tilverurétt. Þetta tómlæti gagnvart hagsmunum eldri borgara á sér margar myndir. Samanburðurinn við kjör ólíkra hópa í samfélaginu er ógnvænlegur. Ein birtingarmyndin þegar kjararáð hins opinbera ákveður að bæta kjör ráðherra, alþingismanna, bankastjórnenda og annarra einstaklinga í opinbera geiranum 100.000 króna á hverju mánuði, sem eru svo greidd marga mánuði tilbaka. Slíkar ákvarðanir gilda gagnvart þeim efnuðustu í þjóðfélaginu, meðan stjórnvöld hiksta og hopa þegar kemur að málefnum og kjörum eldri borgara, sem flestir mjög margir háðir greiðslum frá almannatryggingum. Með öðrum orðum, þeir ríkari verða ríkari, meðan þeir fátæku verða fátækari. Bilið stækkar á milli þessara hópa í skjóli stjórnvalda sem ekki sjá eða vilja ekki horfast í augu við þá stöðu að ríka fólkinu hyglað meðan aldraðir hundsaðir. Tilefni þessa fundar væntanlega það, og það fyrst, að kalla eftir viðsnúningi, að herja á samfélagið og stjórnvöldin skilning, samkennd og samstöðu hag þeirra. Hag þeirra sem komnu til ára sinna og eiga réttláta kröfu á úrbótum og aðstoð til að eiga og eignast áhyggjulaust ævikvöld. Þar stendur hnífurinn í kúnni. Kæru þingmenn og aðkomendur hér, ég vil að lokum koma því á framfæri að félag eldri borgara var strax ljóst, það að segja félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni, var strax ljóst í upphafi þessa árs að lög höfðu verið brotin þegar gerðar voru breytingar að bótakerfi tryggingana nú rétt eftir áramótin síðustu. Ég, sem formaður félags eldri borgara í Reykjavík, gekk á fund 3 ráðherra og lýsti því yfir að félag eldri borgara vildi að svo stöddu ekki fara í dómsmál, heldur taka upp viðræður bætt tryggingakerfi og betri þjónustu við eldri borgara. Engin svör fengust, engar undirtektir. Í framhaldinu ræddi ég við formann flokks
fólksins, Ingu, sem þá hafði ákveðið að fara með mistök Alþingis í málaferli. Mistökin eru höfð hjá mér hér með gæsalöppum. Og lýsti því yfir að félag eldri borgara styðji málflutning Flokk fólksins. Og við það stend ég enn. Takk fyrir hljóð. Við þökkum Ellerti Schram fyrir hans ræðu og þá það næsti ræðumaður Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsforingi. Gjörðu svo vel. Kæru félagar, ég ætla nú að taka undir það sem Halldór sagði hér áðan. Það hvarflaði ekki að mér en einustu mínútu að það væri hægt yfir sumar orlofstíman að fylla nánast háskólabíó eins og raunin hefur orðið. Og ég held að ég eigi að gefa sjálfum ykkur rækilegt klapp fyrir það. Kæru félagar, það ótrúlegt að við þurfum að sjá okkur knúin til að koma hér saman á þetta þing vegna þess til að sýna fram á vanþóknun og fyrirlitningu okkar á þeirri spillingu, græðgi og misskiptingu sem nú hefur tekið sér bólfestu enn og aftur í okkar samfélagi. Hver hefði til dæmis trúað því að einungis tæpum 10 árum eftir hrun virðist allt stefna í nákvæmlega sama farið og var látið viðgangast fyrir hrun. Það sem fámenn snobbelíta fjármálakerfisins og atvinnulífsins sópaði til sín ofurlaunum, bónusum og kaupréttarsamningum allt á kostnað almennings. Það svo sorglegt og ótrúlegt að fjármálaelítan og hluti af atvinnulífinu ætla að reyna enn og aftur að misbjóða siðferðiskennd almennings með sjálftöku og græðgisvæðingu. Það mikilvægt að við gleymum aldrei þeim afleiðingum sem hrunið olli skuldsettum heimilum og alþýðu þessa lands. Og við megum heldur aldrei gleyma hverjir það voru sem báru ábyrgð á þeim hamförum sem íslenskur almenningur mátti þola vegna hrunsins. Það mikilvægt að rifja örlítið upp þessar afleiðingar hrunsins og þær byrðar sem lagðar voru á herðar almennings. En eins og við vitum öll þá hækkuðu verðtryggðar húsnæðisskuldir almennings 400 milljarða vegna hrunsins. Og hugsið ykkur að fjármálakerfið sem bar ábyrgð á hruninu hirti síðan upp undir 10.000 íbúðir af almenningi. Og frá árinu 2009 til 2014 voru að meðaltali 3 fjölskyldur bornar út á götuna. Þúsundir launafólks misstu vinnuna og lífsviðurværi sitt með skelfilegum afleiðingum fyrir þá sem í því lentu. Lífeyrissjóðirnir sem stigu trylltan dans með útrásinni töpuðu 500 milljörðum og það allt vegna glórulausra fjárfestinga í fjármálafyrirtækjum og atvinnulífinu. Afleiðingar af þessu 500 milljarða tapi að lífeyrissjóðirnir búin að skerða lífeyrisréttindi launafólks á hinum almenna vinnumarkaði 200 milljarða frá hruni samkvæmt fjármálaeftirlitinu. Rétt að geta þess að lífeyrissjóðirnir töpuðu ekki einustu krónu vegna sjóðsfélaga lána til sinna eigin sjóðsfélaga. Ekki má heldur gleyma að á herðar skattgreiðanda voru lagðar 440 milljarðar til að endurreisa fjármálakerfið samkvæmt frétt frá fjármálaráðuneytinu á sínum tíma. Já, skattgreiðendur þurftu að taka á sig 440 milljarða til að endurreisa fjármálakerfið en á sama tíma fengu nýju bankarnir lánasöfnin frá gömlu bönkunum með gríðarlegum afslætti en skuldsett heimili og almenningur var síðan í mörgum tilfellum rukkaður upp í topp þrátt fyrir að nýju bankarnir hafi fengið lánasöfnin á hrakvirði. Viðskiptabankarnir 3
sem báru ábyrgð á þeim hamförum sem íslenskur almenningur þurfti að gangi gegnum vegna hrunsins fengu sem sagt skotleyfi á skuldsetta alþýðu. Alþýðan var látin taka skellinn á sig. Og hver er niðurstaðan hjá viðskiptabönkunum þremur vegna þessa? Jú, þeir hafa skilað 657 milljörðum í hagnað frá hruni, meðal annars vegna uppfæslna á eignasafninu sem þeir fengu með miklum afslætti frá gömlu bönkunum. Einnig má rekja hagnaðinn til okurvaxta, verðtryggingar og himinhárra þjónustugjalda. Það er nöturlegt að stjórnvöld á hverjum tíma fyrir sig kjósi ætíð að krjúpa frekar við hreiður fjármálaelítunar en að taka stöðu með almenningi í þessu landi. Já, hugsið ykkur, það er gefin út rannsóknarskýrsla Alþingis í 9 bindum, þar sem raktar voru orsakir og afleiðingar hrunsins, meðal annars hvernig ofurlaun, bónusar, kaupaukakerfi fjármálakerfisins hafi ýtt undir áhættuhegðun stjórnenda bankakerfisins með þeim afleiðingum sem við þekkjum öll. Græðgin hjá mörgum stjórnendum fjármálakerfisins var fordæma og taumlaus. Rétt er að geta þess að skýrsluhöfundar rannsóknarskýrslu Alþingis bent á þá gríðarlegu meðvirkni, þöggun og gagnrýnislausu hugsun sem ríkti í íslensku samfélagi fyrir hrun, hvað fjármálakerfi varðar. Allir muna eftir því hvernig æðstu stjórnendur fjármálakerfisins voru bornir á gullstólum og rauðir dreglar dregnir út hvert sem þeir komu. Enda vissi enginn að þessi sömu menn voru að ræna bankana innan frá. Já, skýrsluhöfundar Alþingis bentu réttilega á þetta og það kom skýrt fram hjá þeim að þetta mætti aldrei gerast aftur. Kæru vinir og félagar, við erum hér saman komin á þessum fundi því við ætlum ekki að taka þátt í meðvirkni, þöggun og gagnrýnislausri hugsun eins og gerðist fyrir hrun. Við erum líka hér saman komin til að mótmæla því siðrofi, þeirri sjálftöku, spillingu og græðgisvæðingu sem enn og aftur er farin að skjóta föstum rótum í okkar samfélagi. Það er svo ótrúlegt og miskunnarlaust það sem almenningi í þessum landi hefur verið boðið upp á undanfarnar vikur og ár, hvað sjálftöku og græðgi varðar, í ljósi þessa sem gerðist hér fyrir hrun. Ég ætla að nefna nokkur dæmi það sem hefur leitt til þess að siðferðis og réttlætiskennd alþýðunnar er gjörsamlega á þrotum komin og hefst nú lesturinn. Framkvæmdastjóri Framtakssjóðsins tók til sín 20 milljónir fyrir það eitt að ná 30 ára starfsaldri. Öll þekkjum við 90 milljón króna bónusinn. 90 milljón króna bónusinn sem að stjórnendur LBI fengu fyrir að halda utan eignir Landsbankans. 90 milljónir per haus. Kjararáð hefur hækkað laun æðstu stjórnenda ríkisins 200 til 400.000 á mánuði með afturvirkni alltaf 2 ár aftur í tíman. Framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs Verslunarmanna hefur hækkað í launum 1,6 milljóna mánuði frá árinu 2009 og er nú komið tæpar 40 milljónir eða rúmar 3 milljónir á mánuði. Við munum öll eftir því sem að gerðist árið 2015 þegar Arion banki seldi Símann til vildarvinna á sérkjörum og högnuðust þeir 722 milljónir á einungis 48 dögum. Öll þekkjum við borgunarmálið, fræga frá árinu 2015, þar sem íslenskir skattgreiðendur töpuðu milljörðum króna til fárra útvaldna. Árið 2016 tilkynntu tryggingafélögin 10 milljarða króna arðgreiðslur vegna breytinga á reikniskilaðaferðum á bótasjóðunum. Samkeppniseftirlitið kynnti fyrir ári síðan að íslenskir neytendur þyrftu að borga 5 milljörðum meira fyrir eldsneytið vegna fákeppni á íslenskum eldsneytismarkaði. Árið 2016 greiddi Íslandsbanki 400 milljónir í bónus til starfsmanna. Stjórn Vís tilkynnti fyrra hækkun iðgjalda vegna slæmra stöðu en nokkur dögum síðan tilkynntu þeir að hækka stjórnarlaunin 75%. Árið 2015 20 starfsmenn gamla Straumsburðaráls greiddu bónus upp á skítinn 3,3 milljarða. Íslensk heimili
þurfa að greiða 2 milljónum meira í húsnæðisvexti en Danir af 30 milljón króna láni eða sem nemur 160.000 á mánuði. Á þessum fréttum síðustu 2 ára eða svo sést að grækin, okrið, spillingin, óréttlætið og misskiptingin grasserar á fullu í íslensku samfélagi, allt á kostnað almennings. Það sorglega í þessu öllu saman er að þessir aðilar sem raka til sín auði á kostnað alþýðunnar komast alltaf upp með það. Þeir virðast vera búin að læra inn á það að það hvessir hressilega í þjóðfélaginu nokkra daga og síðan lygnir á nýjan leik. Kannski er uppáhaldslagið þeirra með Ragnari Bjarnasyni þar sem segir í textanum: það hvessir, það rignir, en það styttir alltaf upp og lygnir. Nú verða þingmenn og ráðamenn þessara þjóðar að koma íslenskum almenningi til bjargar og taka á þessum gripdeildum. Það þýðir ekkert fyrir ráðamenn að koma alltaf fram þegar svona spillingamál komu upp og segja: þetta er klúður, okkur er misboðið, þeirra er skömmin, en gera síðan aldrei neitt. Hættið að tala og farið að standa með íslenskum almenningi í þessu landi, því yfir elíta landsins virðist líta á almennt alþýðufólk sem grálúsugt og það er bara að brosa, borga og þegja. Kæru félagar, það er með sanni hægt að segja að hræsnin, misskiptingin og óréttlætið ríður ekki við einteyming í okkar landi. Og nægir að nefna í því samhengi að lágmarkslaun og örorkubætur nema núna 280.000 krónum á mánuði og eftir standa 229.000 krónur þegar skatturinn hefur verið dreginn frá. Það er gjörsamlega óskiljanlegt að af 280.000 krónar lágmarkslaunum að bótum almannatrygginga skuli fólk vera gert að greiða 50.000 krónur í skatt. Þetta er óskiljanlegt. Að hugsa sér að hér séum við með lágmarkslaun og bætur almannatrygginga sem duga engan veginn fyrir þeim framfærsluviðmiðum sem hið opinbera hefur gefið út, og það vantar mikið upp á að svo sé. Það er lýðheilsumál að lágmarkslaun og bætur almannatrygginga dugi fyrir þeim framfærsluviðmiðum sem hið opinbera hefur gefið út. Það vita það allir sem vita vilja og hafa gengið í gegnum það að eiga ekki fyrir mat handa sér og sinni fjölskyldu hvað andlegu og líkamlegu áhrif það getur haft. Það hefur ekki bara áhrif á einstaklingin, það heldur hefur það áhrif á alla fjölskylduna, líka börnin. Það er risastórt verkefni að lagfæra og leiðrétta kjör þeirra sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi, og þetta verkefni verða stjórnvöld, verkalýðshreyfingin og við öll að ráðast í. Það er sorglegt að horfa upp á þá skefjalegu misskiptingu sem fær að þrífast í okkar samfélagi. Það er bláköld staðreynd, þótt sumir ráðamenn vilja alls ekki viðurkenna það, þá eru það allt og margir sem ná alls ekki endur saman frá mánuði til mánaðar vegna þess að laun og bætur eru of lág. Það vita það allir sem vita vilja að það er útilokað fyrir einstaklinga að lifa á lágmarkslaunum eða bótum frá almannatryggingum. Gjörsamlega útilokað. Ég hef sagt það oft í ræðu, riti og á þingum Alþýðusambandsins að það er verkalýðshreyfingunni, samtökum atvinnulífsins og í raun samfélaginu öllu til skammar þau lágmarkslaun sem nú eru í boði. Ég hef líka sagt að ef fyrirtæki hefur ekki burði til að greiða starfsfólki sínu laun sem gera þeim kleift að halda mannlegri reisn og framfleyta sér á sínum, þá hafa þau ekkert á íslensku vinnumarkaði að gera. Ég skil reiði og gremju lágtekjufólks fyllilega, enda þekki ég það eigin raun að hafa þurft að reyna að framfleyta mér og minni fjölskyldu á lágmarkslaunum. Það er svívirðilegt að í hvert sinn sem kjarasamningar lágtekjufólks eru lausir, þá skella þessi snillingar frá samtökum atvinnulífsins, Seðlabankanum, fjármálaráðuneytinu á fóninn hræðslu áráðusplötunni þar sem lög eins og ekki má ógna stöðuleikanum, stöðva verður höfrungahlaupið er að finna. Það er hins vegar athyglisvert að fulltrúar samtaka atvinnulífsins, Seðlabankans,
ráðuneytisins og ráðamenn almennt hafa engar áhyggjur af stöðuleikunum eða höfrungahlaupinu þegar að kjararáð hækkar laun hundruði þúsunda á mánuði með afturvirkni sem nemur milljónum króna. Það ömurlegast í þessu öllu saman þegar að einstaka aðilar innan verkalýðshreyfingarinnar, samtaka atvinnulífsins og ráðamenn slá sér á brjóst og segja: við höfum hækkað lágmarkslaun og bætur almannatrygginga sérstaklega umfram aðra. Gott hjá þér, vegna þess að það sem stendur hér á blaðinu mínu núna: fyrirgefiðu orðbragði, kæru félagar, en þvílíkt bull og kjaftæði. Skoðum þetta bull nánar. Árið 1996, eða fyrir 21 ári síðan, var lágmarkstaxti verkafólks á Íslandi 60.000 krónur á mánuði. Í dag lægsti taxtinn á íslensku vinnumarkaði 257.000. Hann hefur hækkað 197.000 krónur á 21 ári. Takið eftir, kjararáð hefur á undanförnu verið að hækka þá sem heyra undir kjararáð á einu bretti 200-400.000 með afturvirkni sem nemur alltaf 2 árum. Þessu til viðbótar hægt að nefna að árið 1996 var þingfararkaupið 195.000, en í dag, 21 ári seinna, það komið upp í 1,1 milljón. Hefur hækkað 905.000 á mánuði, en eins og áður sagði, þá hafa lágmarkslaun hækkað 197.000. Svo segja þessi snillingar að lágmarkslaun hafi fengið sérstaka umfram hækkun miðað við aðra hópa í þessu landi. Ég hef sagt það áður og segi það aftur: prósentu launahækkanir eru afgjafi misskiptingar og óréttlætis í íslensku samfélagi. Eins og sést á þessum gríðarlega krónutölumun sem þeir tekjuhærri fá umfram þá tekjuminni. Já, prósentu hækkanir eru afgjafi misskiptingar og óréttlætis og við eigum að hætta að semja með prósentum og taka þessi í stað krónutöluhækkanir, enda verslum við ekki með prósentum heldur krónum. Ég alveg að verða búinn. Kæru félagar, við erum öll reið og okkur misboðið vegna alls þessa, og því til viðbótar okkur ætíð lofa fyrir alþingiskosningar að tekið verði á þessu óréttlæti, en síðan gerist ekkert. Hver man ekki eftir loforðinu frá kosningunum 2013 sem hljóðaði upp á afnám verðtryggingar á neytendaláni til einstaklinga og heimila? Eða kosningaloforðinu frá síðustu kosningum að sett yrði á fót myntráð sem myndi leiða til þess að vextir á Íslandi muni lækka 2-4%. En slík lækkun vaxta átt að skila almenningi af 30 milljón króna húsnæðisláni auknum ráðstöfunartekjum upp á 60.000 á mánuði. Allt svikið. Allt svikið. Munum, kæru félagar, að okurvextir, verðtrygging, misskipting, óréttlæti og ójöfnuður ekkert náttúrulögmál. Heldur mannanna verk og öllu þessu hægt að breyta. Eina sem þarf kjarkur og vilji. Til þess þurfa stjórnvöld á hverjum tíma fyrir sig að vera á tánum en ekki hnjánum gagnvart valdaelítinu sem öllu vilja ráða og stjórna. Stöndum saman öll sem eitt, því við höfum fengið nóg. Takk fyrir mig. Maður fyllist gleði og stolti við að heyra svona baráttu ræðu. Hún mætti heyrast land allt. Hvað skyldu vera margir fréttamenn ríkis fjölmiðla hér til þess að taka upp ræðu eins og þessa og birta? Enginn. Þó höfum við látið vita af því að við stofnuðum og kölluðum til þessa sumarþings. Enginn virtist vilja vita af því.
Mikið vildi ég að forseti Alþýðusambands Íslands hefði verið hér og heyrt þessa ræðu. Mikið vildi ég að einhverjir verkalýðsforingjar í stjórnum lífeyrissjóða eða í efsta palli verkalýðshreyfingarinnar myndi gera sér grein fyrir því að það þarf að kjósa til nýrrar forystu í verkalýðshreyfingunni. Til allra hamingju fyrir þessa þjóð komin nýr verkalýðsforingi á sviðið sem ég með mikilli gleði kalla til þessa ræðupúlts. Ragnar Þór Ingólfsson, gjör svo vel. Takk fyrir. Ég ekki vanur að vera með glærur þegar ég tala, en ástæðan fyrir ég ákvað að vera með glærur á þessum fundi fyrst og fremst sú að ég að taka saman tölur úr ársreikningum lífeyrissjóða og tölur úr opinberum gögnum. Þannig að þegar ég tala þessar tölur og þið kannski haldið að þið hafi ekki heyrt rétt, að þá verða þær hérna uppi. Það alltaf ánægjulegt að fá að tala og segja sína skoðanir. Ég og Vilhjálmur Birgisson eru miklir skoðanabræður varðandi verkalýðsmálin og ég hefði svo að geta kóperað nánast orðrétt upp á staf hans ræðu. En þar sem ég vissi að Vilhjálmur myndi tala, að þá ákvað ég að taka aðra nálgun og það sem sagt lífeyriskerfið okkar og setja fram þessa spurningu hvort að þetta sé besta lífeyrissjóðakerfi í heimi eða þessi þekkta mantra sem að stjórnendur kerfisins og þeir sem að þar sitja fara með í hvert einasta skipti sem að málefnileg gagnrýni á kerfi kemur upp. Og mér langar að varpa þessari spurningu fram. Ég veit hvað álit ég hef á kerfinu, hvað þarf að gera til þess að breyta því og hvernig það vinnur gegn okkur, almenningi og hagkerfinu. Ég þarf víst að benda svona upp til þess að fá aðra glæru vegna þess að ég ekki með takkan. Tæknimaðurinn hérna uppi, hann kemur til með að fletta fyrir mig. Þannig við gerum þetta bara þannig. Ef við fáum næstu glæru upp, þá ætlum við að byrja á því að skoða stærð kerfisins. Stærð lífeyrissjóðakerfisins á Íslandi 3600 milljarðar. Og það gott að hafa það svolítið í samhengi þegar við erum að tala það að það sé ekki til peningar til þess að byggja þjónustuíbúðir fyrir aldraða eða taka þátt í samfélagslegum verkefnum eins og að byggja hér spítala upp heilbrigðisþjónustu. Innlendar eignir lífeyrissjóðanna eru rúmar 2800 milljarðar. Og hvað þýða þessar tölur? Ef við setjum þetta í samhengi á næstu glæru, að þá þurfa lífeyrissjóðirnir 3,5% ávöxtun til þess að standa við þau loforð sem þeir ætla sér að gera eftir að okkar vinnuskyldu lýkur og við förum á lífeyri eða lendum á örorku. Þetta þýðir það að sjóðirnir þurfa úr íslensku hagkerfi 100 milljarða á ári bara til þess að í vexti fyrir þar eignir sem þeir eiga. Verðbólgumarkmið Seðlabankans, sem að held ég hafi ekki staðist frá því mælingar hófust, ef ég fer rétt með, eru 2,5%. Meðaltals verðbólga síðustu 30 ári yfir 5%. Þannig ef við tökum verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5% ofan á þetta, að þá eru lífeyrissjóðirnir með verðbótum að slíta yfir 170 milljarða út úr íslensku hagkerfi á hverju einasta ári. Og þetta fyrir utan iðgjöldin sem að við setjum inn í kerfið. Og á næstu glæru sjáum við að iðgjöldin eru 160 milljarðar. Það það sem við borgum inn í kerfið. Þetta miðað við 12% iðgjaldið. Nú búið að hækka iðgjöldin okkar inn í kerfið eða skattin sem við greiðum til lífeyrissjóðanna upp í 15,5%. Þannig að það má ætla að þessi upphæð fari upp í og yfir 200 milljarða á næstu misserum.
Lífeyrissjóðirnir greiða út 220 milljarða tilbaka í formi lífeyris og örorkubóta og þannig að krafa kerfisins eins og við erum að horfa á það í dag á íslenskt hagkerfi eru ríflega 200 milljarðar á ári sem kerfið þarf að fá til sín í formi vaxta og iðgjalda til þess að halda því gangandi. Og hvernig fara lífeyrissjóðirnir að því að fá þessa vexti og alla þessa peninga inn til þess að geta haldið upp í sinni ávöxtunarkröfu? Þá sjáum við á næstu glæru að þetta er gert með hárri leigu. Lífeyrissjóðirnir eru mjög stórir og orðnir sannkallaðir leigurisar í íslensku samfélagi í gegnum félög eins og Gamma og fleiri stór fasteignafélög. Vaxtastigið á Íslandi er jaðra við hreina glæpamennsku og er náttúrulega haldið uppi af lífeyrissjóðakerfinu að stórum hluta vegna þess að botninn hjá kerfinu eru 3,5% raunávöxtun. Há álagning í smásölufyrirtækjum. Ef við tökum eignarhlut lífeyrissjóðana til dæmis í Högum og stærstu fyrirtækjunum sem eru í smásölu N1 og við getum haldið síðan áfram. Lífeyrissjóðnir eru stærstu eigendur fyrirtækja á skráðum markað á Íslandi og eru í meiri hluta í nokkrum þeim stærstu og hafa þar leiðandi hag af því að halda álagningu uppi. Við sáum það til dæmis að meðaltals álagning haga var 30-40% í dagvöru á meðan hún er kannski 12-15% í löndunum í kringum okkur. Og þetta þýðir það líka að til þess að lífeyrissjóðirnir fái meiri arðsemi að sínum hlutabréfum og sínum fjárfestingum að þá hafa þeir óbeint hag af því að halda laununum niðri. Það sem gerist líka samhliða þessu að lífeyrissjóðirnir verða sífellt áhættusæknari í fjárfestingum og það hefur svo sannarlega fengið að horfa upp á, til dæmis í aðdraganda hrunsins þegar að lífeyrissjóðirnir þurftu að afskrifa skuldabréf í útrásarfyrirtækjunum og þegar þeir bera fyrir sig að verðtrygging verði að vera til þess að geta greitt verðtryggðan lífeyri, þá vil ég líka benda á það að skuldabréfin í FL Group og Existu, Bakkavör, þau voru öll verðtryggð. En þau voru ekki verðtryggðar en það að þau töpuðust að fullu. Þannig að það eru fyrst og fremst gæði fjárfestingana sem að skipta máli, ekki ávöxtunarkrafan eða vextirnir. Annað sem ég langar að ræða er sem sagt rekstrakostnaðurinn og ekki, ætla ég setja það fram í rauninni í tölulegu staðreyndum. Þetta er tekið allt upp úr ársreikningum lífeyrissjóða og þetta hef ég unnið nánast árlega síðustu 10 árin. Á næstu glæru rekstrakostnaður lífeyrissjóðakerfisins, það sem kostar að reka kerfið, starfsmannakostnaður, skrifstofahald og fjárfestingakostnaður er 12-14 milljarðar á ári. Á Íslandi samkvæmt ársrauninni skrá yfir starfandi lífeyrissjóði eru 28 lífeyrissjóði. Þeir taka reyndar ekki allir við iðgjaldi en þeir eru 28 í dag, voru 97 sjóðir þegar mest lét. Launakostnaður 8 stærstu lífeyrissjóðana, þá er þetta launakostnaður til æðstu stjórnenda 8 stærstu lífeyrissjóðana sem eru á Íslandi. Samkvæmt ársreikningum voru 562.607.000 krónur á síðasta ári. Launagreiðslur til æðstu stjórnenda 8 stærstu lífeyrissjóðana af þeim 28 sem ég nefndi áðan. Og ef við skoðum næstu glæru, þarna ætla ég að taka fyrir einn lífeyrissjóð af þeim 28 sem eru starfræktir á Íslandi. Þetta er lífeyrissjóður Verslunarmanna, næststærsti sjóðurinn. Árið 2016 voru launagreiðslurnar til 5 æðstu stjórnenda lífeyrissjóðsins 135 milljónir á síðasta ári. Þetta eru tölur úr ársreikningum. Og eins og kom fram í ræðu Vilhjálms áðan að þá var forstjóri eða framkvæmdastjóri lífeyrissjóðs Verslunarmanna með 40 milljónir í laun, árslaun á síðasta ári. Og ef við setjum þetta til dæmis í samhengi við það sem að sjóðurinn er að greiða út til sinna sjóðsfélaga, ef við setjum þetta í samhengi við hvað sjóðurinn hefur tapað kerfisbundið í hverju einustu niðursveiflu sem að hefur orðið síðustu áratugi, að þá hljótum við að fara
staldra aðeins við. Og þarna höfum við til dæmis skrifstofu og stjórnunarkostnað hjá einum lífeyrissjóði er 824 milljónir og þeir greiða síðan 1,5 milljarð út í fjármálakerfið fyrir að sýsla með og sjá eignastýringu og þeim eignum sem að sjóðurinn á. Ég var að fara núna yfir einn lítinn sjóð sem að þið þekkið eflaust öll, Framtakssjóður Íslands, sem að lífeyrissjóðirnir tóku sig saman og stofnuðu í kjölfar eftirmála hrunsins. Framtakssjóðurinn átti að kaupa upp heil fyrirtæki sem að voru á hrakvirði á þeim tíma vegna þess að sjóðirnir mega ekki eiga nema 20% í einu félagi og gátu þar alveg ekki keypt upp heil félög. Heldur stofnaði þennan sjóð til þess að reisa við íslenskt atvinnulíf. Og þá förum við á næstu glæru væntanlega. Sjóðurinn er stofnaður árið 2009, hann tekur formlega til starfa árið 2010 og er í rauninni að sýsla þeirra mest lætur með 9 eignir, hlutabréf í 9 eignum. Og meðal annars Icelandic og ég get alveg tekið undir það að það þurfti að taka til heilmikið í mörgum af þessum félögum til þess að gera þau verðmætari og skila þeim aftur til lífeyrissjóðinn eða selja á markaði og skila svo peningunum. En 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ég ætla að taka bara niður hérna í 2015. Ég á alla hinn ársreikningun og er búin að fara yfir þetta. Að árið 2015 eru 3 eignir eftir í Framtakssjóði Íslands. Hlutabréf í 3 eignum. Þar vinna 7 starfsmenn. 7 starfsmenn og stjórn. Þið sjáu rekstrakostnaðinn, hafa tæplega 300 milljónir að halda utan þessar 3 eignir og við erum að tala hvernig getum við sparað í kerfinu og hvernig ætlum við að fara að hætta þessari sjálftöku. Það virðist vera eftir sem fjármagnið eykst og flækjustigið eykst í þessu kerfi, þá komast fleiri og fleiri á spenann. Ég get fullyrt það hér og nú að það hefði verið hægt að leggja niður Framtakssjóð Íslands fyrir 3 árum síðan og skila inn þessum bréfum hlutfallslega til þeirra sjóða sem áttu þar fyrir. Af því að eins og við sáum líka áðan að það vantar nú ekki starfsfólkið og launin hjá því fólki sem starfar inn í lífeyrissjóðunum sjálfum sem eiga síðan þennan Framtakssjóð. Eigum að taka árið í fyrra á næstu glæru sem er þá fyrir árið 2016. Þá eru starfsmenn reynda komnir niður í 4 en eignirnar orðnar 2. Rekstrakostnaðurinn við þetta utanumhald á hlutabréfum í þessum 2 félögum var rúmlega 200 milljónir. Og á þessu ári 2016 voru laun og hlunnindi til stjórnar og framkvæmdastjóra 61 milljón. Og eins og komið fram í ræðu Vilhjálms Birgissonar var mætingabónusin 20 milljónir. Er þetta í lagi? Það er kannski ekkert skrítið að lífeyrissjóðunum gangi illa að greiða út mannsæmandi lífeyri. Það er kannski ekkert skrítið. Á næstu glæru þá hef ég farið núna yfir svona, ég myndi segja ég hef stiklað á mjög stóru með því að fara yfir sjálftökuna og völdin sem að í því felast að stýra svona lífeyrissjóði. Við þekkjum dæmi það að stjórnarformaður lífeyrissjóðs og er sjálfur fjárfestir kaupir í félagi og síðan hálfu ári seinna þá ákveður hann að lífeyrissjóðurinn gera það líka. En bréfin hans hækka í leiðinni. Það felast í því gríðarleg völd að vera með puttana og fingurnar ofan í eftirlaunasjóðum okkar almennings vegna þess að við höfum ekkert það að segja hverju stjórna þessu kerfi. Þetta er ólýðræðislegt. Auðvitað eigum við sjóðsfélagar að fá að kjósa okkar stjórnir inn í þetta kerfi þannig við getum fengið þar til einstaklinga sem að láta hagsmuni okkar sjálfra varða í stað sinna eigin eða leggjast á spenan eins og er gert til dæmis inn í Framtakssjóði Íslands. Eitt af þessum stóru vandamálum við kerfið er fyrst og fremst hverjir stjórna því.
Það er almenna kerfinu stýrt af verkalýðshreyfingunni og atvinnurekendum. Atvinnurekendur eiga ekki heima í stjórnum lífeyrissjóða. Það segir sér nokkuð veginn sjálft. En ég er líka nokkuð viss það að það væri nú verkalýðshreyfingunni ansi hollt að slíta sig frá þessu sjóðakerfi. Það sem að forystumenn í verkalýðshreyfingunni og þá til dæmis forseti ASÍ hefur iðulega tekið upp hagsmuni, ef að hagsmuni geta kallað, lífeyrissjóðana umfram hagsmuni launafólks, velferð okkar og lífsskeiði frá degi til dags. Og þetta var til dæmis gert þegar að átti að taka vísitölu neysluverðs tímabundið úr sambandi eftir hrun til þess að hlífa heimilum landsins. Hverjir stóð í vegi fyrir því? Alþýðusamband Íslands, til þess að hlífa lífeyrissjóðakerfinu, til þess að rétta lífeyrissjóðana af, lagfæra tapið, lekan út úr kerfinu, út í atvinnulífið meðal annars og glórulausar fjárfestingar. Þetta var kerfisbundið gert með að færa og gegnum verðbætur á íslenskum verðtryggðum húsnæðislánum og þannig stórlöguðu lífeyrissjóðarnir sína eignastöðu á kostnað almennings. Ég mun aldrei fyrirgefa forseta ASÍ þessi svik og mun kerfisbundið, og ég heiti ykkur því, kerfisbundið vinna að því að koma nú frá. Takk fyrir. Það er ekki alltaf nóg að gagnrýna kerfin. Við þurfum líka stundum að koma með lausnir. Og á næstu glæru þá kem ég með og er með ákveðna hugmyndir hvernig við gerum það. Það eru til svona 2 meginkerfi sem að okkur hefur svona verið sagt svolítið frá. Að það eru svokallað gegnumstreymiskerfi sem að reiða sig eingöngu á skatttekjur hvers tíma sem standa undir örorkubyrði, lífeyrisgreiðslum og svo framvegis, eða sjóðsöfnunarkerfi eins og íslenska lífeyrissjóðakerfið er. Þannig að það er kerfi sem ætlar að safna í gegnum skattkerfið, af því að iðgjöldin okkar sem eru lögbundin eru í rauninni skattur inn í kerfið sem er samtryggingakerfi. Þetta kerfi ætlar að eiga fyrir öllum okkar lífeyri á næstu árum og áratugum. Þannig þegar kerfið er fullt þroskað þá ætlar það að geta greitt og ríkið þarf ekki að skipta sér að rauninu örorku eða ellilífeyri. Gengur það upp? Nei, það er ekkert sem bendir til þess að þetta gangi upp vegna þess að við vitum það eftir skerðingar til dæmis frá hruni að við erum háð því hvernig okkar lífeyrir og lífeyrisgreiðslur verða í framtíðinni hvoru megin forstjórarnir fara fram úr á morgnana. Ef þeir fara vitlausu megin fram úr og tapa kannski helmingnum og öllum eignum sínum, þá þarf að skerða lífeyrinn okkur helming. Það þarf ekki annað en eitt stykki stríð, að þá er þetta kerfi farið í sundur og farið að hliðina. Það mun þurrkast nánast út. Það þarf svo lítið til að gerast í þessum heimi til þess að við séum virkilega að ætlast til þess að setja allt okkar trú og allt okkar traust á slíkt kerfi sem að hefur svo marga galla sem það þó hefur. Og við sáum það til dæmis árið 2009 og hlustiði nú vel. Þetta er fyrsti vísir að því að kerfið gengur ekki upp. Árið 2009 þá ákveður ríkisstjórnin að greiða út séreignarsparnað. 1 milljón mann, munið eftir þessu. 1 milljón mann. Og það sem gerist er það að þarna hefði lífeyrissjóðirnir þurft að punga út gríðarlega háum upphæðum til þess að greiða út til þeirra lífeyrisþega sem vildu taka út séreignarsparnaðinn sinn. Þetta gátu sjóðirnir ekki gert á þessum tíma vegna þess að seljanleiki á mörkuðum var engin. Eignirnar sem þeir hefðu þurft að losna við hefðu verið seldar á brunaútsölu. Þannig að lífeyrissjóðirnir fengu stjórnvöld til þess að dreifa þessu yfir 12 mánaða tímabil. Þannig að milljónir sem fólk gat tekið út fengust á afborgunum út úr kerfinu. Og af hverju fengust á afborgunum? Jú, vegna þess að iðgjöldin er ennþá það há að þau standa undir þessum útgreiðslum. Og hvað mun síðan gerast þegar lífeyrissjóðirnir þurfa að selja allar þessar eignir sem við svo sem vitum ekki hvers virði eru fyrir að það verða seldar?
Við vitum ekki hvers virði bréfin í FL Group eru eða flugleiðum fyrir en endanlegt verð fæst fyrir þetta markaði. Við vitum það ekki. Það veit það enginn hér inni. Eina sem við vitum að þegar bréfin hrundu, þá gátu lífeyrissjóðirnir ekkert gert. Þeir gátu ekki varið sig. Þeir keyptu með þessa bréfin af stjórnendum í Högum. Vitandi það að þau munu fara niður þegar Costco myndi opna. Þetta var alveg, þetta voru engin eldflaugavísindi, en sjóðirnir eru svo stórir að þeir geta ekki varið sig. En hvernig breytum við þessu? Jú, galli við gegnumstreymiskerfinu eru fyrst og fremst þau að þau munu verða skattgreiðendum erfið þegar fram í sækir. Kosturinn við sjóðsöfnunarkerfið að þar er einhver sjóðsöfnun sem getur gripið inn í á einhverjum tímapunkti þegar markaðsaðstöður leyfa. Til þess að leysa vandann að þá er hægt að taka upp leið til dæmis beggja kerfa. Það sem við þurfum þá fyrst að gera er að leggja niður núverandi lífeyriskerfi. Við þurfum að taka upp lífeyri sem er reiknaður út frá framfærslu viðmiðum. Ekki markaði, ekki einhverju hugmyndafræði sem er algjörlega gjaldþrota, heldur hvað kostar að lifa og þannig greiðum við lífeyri. Þessi lífeyrir, hvort sem er örorkubætur eða ellilífeyri, hann má aldrei vera skerðingarhæfur. Þetta er bara grunnur sem við borgum. Ef við viljum safna einhverju upp í sarpinn fyrir mögru árin, þá gerum við það bara til hliðar. Óháð því hvað við borgum út. Vegna þess að ef við gerum þetta í gegnum skattkerfið, þá var þetta að lækka iðgjöldin inn í lífeyrissjóðakerfið alltaf helming. Og þannig gera fyrirtækjum eða einstaklingum kleift að borga í séreign eða borga betri laun, gera betur við okkar fólk. En lykilatriðið er að leggja þetta niður. Kerfið í dag er allt of flókið. Þetta samspil almannatrygginga, tryggingastofnunar við lífeyrissjóðina, tekjutengingar, frítekjumörk, þessar fátækaragildrur sem eru inn í kerfinu. Ég sat í þessari nefnd sem átti að breyta þessu kerfi held í næstu 4 ár með Pétri Heitnum Blöndal og sem tók svo nefndin í önnu 4 ár. Ég held að þessi vinna hafi verið eitthvað í kringum 11 ár til upp á staðið. Og hvað kom út úr þessu? Verra kerfi. Hugsið ykkur. Og það var varla búið að setja þessar breytingar á og þá er félagsmálaráðherra farin að tala að breyta því aftur. Kerfið er algjörlega ónýtt og það er hrunið og við eigum bara að viðurkenna það. Við eigum að kasta inn handklæðinu og segja, herðu, þetta er komið gott. Við þurfum nýtt kerfi. Við þurfum ekki tvöfalt almannatryggingakerfi. Þetta er algjörlega galið í 330.000 manna samfélagi. Við skulum vera með 28 lífeyrissjóði. Tryggingastofnun og lífeyrissjóðakerfið, okkar einkarekna almannatryggingakerfi. Þetta þekkist hvergi í heiminum. Ég veit að Norðmenn þurfa ekki marga olíusjóði. Þeir þurfa bara einn. Ef við ætlum að safna peningum, þá eigum við að fjárfesta utan íslensks hagkerfis. Ekki spennað upp eins og við erum að gera hérna og lífeyrissjóðakerfið okkar er orðið okkar hálfgeitt skrimsli sem að mergsígur alþýðuna almenningi í landinu frá morgni til kvölds til miður. Þannig er kerfið. Og á næstu glæru þá finnst mér þessi mynd kannski vera svolítið lýsandi stöðu okkar í dag. Lágmarkslaunin og þegar við erum að semja við til dæmis atvinnurekendur sem margir hverjir eru með stjarnfræðilegar upphæðir í laun. Og þessi misskipting er því miður að aukast nánast daglega. Það er haldið að okkur allskyns blekkingum kaupmátt. Við erum með svo mikið kaupmátt að því að prósentutalan er svo há. Þetta eru blekkingar og það sem ég var að sýna ykkur hérna eru tölulegar staðreyndir kerfið. Ég er ekkert að fara með neina fleipur. Þetta stendur allt í ársreikningum. Það þarf reyndar að fara í gegnum það svolítið marga en það er vinna sem er þess virði. En til þess að breyta þessu þá, og næstu glæru, þetta er nú bara alveg verið að búið hjá mér, að þá þurfum við að standa saman. Breytingar gerast ekki að sjálfu sér. Þó ég hafi áhuga á því að breyta einhverju, þá ger ég það ekki einn. Við breytum þessu með að setja strik í sandinn. Segja stopp, við látum ekki bjóða okkur þetta lengur. Við bara látum ekki bjóða okkur þetta. Og við þurfum að hafa kjark. Við þurfum að hafa kjark til að standa saman. Standa saman bak í bak, öll sem eitt.
Ekki endilega gagnvart einum, heldur gagnvart okkur öllum. Bara hvernig samfélag viljum við. Og það sem við viljum ekki, það eigum við ekki að láta bjóða okkur. Af því ég veit að við erum öll í sama báti. Og ég ætla að enda þetta bara á næstu glæru, sem er síðasta glæra mín. Og svona gerum við þetta. Ástæðan fyrir því að það eru ofurlaun á Íslandi, ástæðan fyrir þessum bónusum, ástæðan fyrir því að við erum að góðri leið með að gera heilbrigðiskerfið okkar eins og það bandaríska sem er það dýrasta og óréttlátasta á byggðu bóli, út af því að við leyfum þetta. Það eru við sem leyfum þetta. Ef við segjum stopp, þá hættir þetta. Ekki fyrr. Takk fyrir. Það er stórkostlegt að við skulum vera komin það langt að eiga formann í Verslunarfélagi Reykjavíkur sem talar eins og Ingólfur Þór gerði hér. Ragnar Þór Ingólfsson. Það gefur mér von það að þetta takist og ég er leiðinlegur núna við að segja ykkur það að mér fannst Ragnar ekki vera nógu harður. Mér fannst hann þurfa að segja frá þessum óskaplega mun á hinum almenna lífeyrissjóðskerfi og hins vegar lífeyrissjóðskerfinu sem ég bý að, opinberra starfsmanna, sem eru verðtryggð en hinir ekki, sem eru í þeirri stöðu að það er greitt svoleiðis margfalt út til eldri borgarar sem eru á lífeyrissjóði opinberra starfsmanna miðað við hina. Þessa grein ætla ég að skrifa þegar Alþingi kemur saman þannig að þau fá að lesa það, horfast í augu við það augliti til auglitis. Fyrirgefðu, Ragnar, að ég skuli leyfa mér að tala svona og vera bara fundarstjóri. Nú hefur Inga ákveðið og ég hlýð henni að sjálfsögðu því að ég hef reynt að tala á móti henni, ég geri það ekki núna hér á þessum fundi. Henni finnst baráttuandinn svo góður og það sé kominn tími til að kynna baráttusöng okkar inn í framtíðina fyrir fólkið í landinu. Inga, gjörðu svo vel. Við ættum kannski að standa aðeins á fætur. Það er nákvæmlega það sem ég ætla að stinga upp á. Að við stæðum upp og ég ætla að biðja að setja baráttusöngstextan okkar hérna á skjáinn. Við ætlum að syngja öll saman, við tökum vel undir viðlagið og munum það að þetta er söngurinn okkar og við eigum eftir að heyra hann í allt sumar. Ég er næsta viss um að þetta verður sumarsmellurinn í ár. Og bara trukka þetta almennilega upp. Sanngirni skal skipta lífsins flaumum.
Því baráttu mun enginn verða sein. Svo farsælt fylgir þér sem fjöldinn allur sér. Í flokki fólksins leynist lítil glæta og ljósgeislinn Einn fyrir alla og allir fyrir einn. 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 Allir saman nú. Einn fyrir alla og allir fyrir einn. Einn fyrir alla og allir fyrir einn. Einn fyrir alla og allir fyrir Var þetta ekki frábært hjá okkur? Heyrðu, og við gefum þeim gott klapp Kristjáni Hreinsyni, Skerjafjarðarskáldinu sem gaf okkur ljóðið og honum Birgi Jóhanni Birgissyni sem samdi þetta frábæra lag. Þetta er ómetanleg gjöf. Mér finnst ég vera orðin ótrúlega hávaxin. Ég veit ekki út af hverju þeir... Ég er á allt og háu púlti, annarkoð þeir pínu lítil eða svona rosa stór. Herri, ég kynni mig bara sjálf til leiks. Ég náttúrulega verð bara að segja aftur, ég er ótrúlega þakklátt fyrir að sjá hvað þið eru mörg saman komin í dag. Og af því ég er nú vön að tala bara af hjartanu og segja allt sem að mér finnst og býr í brjóstið, þá ætla ég að gera það náttúrulega líka hér og nú. Fyrir það fyrst ætla ég aldrei að vera öðruvísi. Ég ætla aldrei að læra að koma eitthvað öðruvísi fram með neitt, ég er bara sel með eins og ég er. Ef þið viljið mig þá er ég hér og ég er tilbúin að berjast núna eins og brjálæðingur vegna þess að ég sagði fyrir fundin, ok, ef ég stend nú bara hérna ein með okkur sem erum hérna í pallinum og kannski einhverjum 10 í viðbót, þá er nú kannski betra heimasettið en að staðfarið og ég fattist komin á þann aldur að ég ætla þá ekki að vera að eyða restinni af árunum í að slást við einhverja vindmyllur ef að fólkið í landinu vill í raun enga breytingar. En þið viljið breytingar, annars værum við ekki svona mörg saman komin í dag. Við viljum breytingar og við ætlum að sækja þessa breytingar saman. Því hugsið ykkur, hvernig líður nú þeim sem eru kjörnir fulltrúar okkar, þingfulltrúar okkar í dag, þeir sjá viljan okkar, þeir sjá kraftin sem við höfum hér í dag og þessir ótrúlega, glæsilega, flottu ræðumenn sem eru búin að koma hér á undan mér og segja í rauninni samanlagt næstum allt sem ég langaði til að segja. En það breytir ekki því að ég þegi náttúrulega aldrei og ég hef alltaf eitthvað að segja og býðið aðeins. Ég ætla að ná í punktana sem ég var með svo ég muni nú eftir. Nei, ég ætla ekki að gera það. Fyrir það fyrsta þá er hugsjónin aðeins ein. Tökum saman höndum hvar í flokki sem við stöndum og sækjum sjálf það réttlæti og þá hagsæld sem við eigum skilið fyrir alla. Ég trúi því, með því að koma svona saman eins og þinginu okkar í dag, þá erum við búin að senda það skýr skilaboð að jafnvel þó að ríki doði í þingsalnum og jafnvel þó að fulltrúarnir okkar á þinginu haldi að það sé nóg að vera kjörin þangað inn og svo geti þeir bara farið í langt sumarfrí. Ég held að hljóta átt að segja á því að það er ekki nóg að segja að næst þegar þingi kemur saman þá eigi að fara að huga að velferðinni. Þá eigi að fara að bæta kjörin. Þá eigi að koma lágmarks framfærslu í 300.000 krónur á mánuði
Ég sem ég pípa á þessar 300.000 krónur á mánuði. Ég tekki fyrir 60.000 kallin sem þeir hirða mér í skatt fyrir þennan 300.000 kall. Við harðneitum að skattleggja fátækt. Burt með skattlegningu á fátækt, það er þjóðarskömm að við skulum vera skattlagt eins og hér er gert. Við segjum líka burt með verðtryggingu lána og burt með okurvexti. Fyrir hverja er verðtrygging? Og fyrir hverja eru okurvextir? Það er í rauninni algjörlega með ólíkindum. Hvernig við getum kosið þetta yfir okkur í hvert einasta skipti sem við fáum tækifæri til breytinga. Ég get ekki sagt annað en ég er ótrúlega þakklátt fyrir hönd litla flokksins sem að við stofnuðum í fyrra að fá þó tæp 7.000 atkvæði, dýrmæt atkvæði sem gerðu það að verkum að hér getum við staðið í dag og stöndum enn. Það má kannski hlæja litla flokki fólksins og gera lítið úr því. Sumir tala að við höfum tróðið okkur inn á fjárlög, þeir gleyma því að þetta eru gildandi lög í landinu og það þarf nú bara einungis 2,5% til þess að fá að komast í fjárlög og það þýðir það að þetta fjármagn, við fengum 10,3 milljónir á árinu sem er að líða, við eigum æðislega fallega skrifstofu í Hamraborg og við erum hér búin að koma á fót þingi fyrir fólkið í landinu og eins og ég segi, það þarf enginn að kjósa flokk fólksins, það þarf enginn að ganga í flokk fólksins, það eina sem við þurfum að gera það er að standa saman. Standa saman! Við heyrum verkalýðsforingjana og tala lífeyriskerfið. Við hlustuðum á Vilhjálm Birgisson sem að ég er alveg sammála eins og að segir hann að Ragnar Þór, það er í rauninni, hann sagði allt, hann meira segja rakti söguna hryllingin sem við erum búin að þurfa að ganga í gegnum síðan hrun. En hvernig stendur á því að það virðist ekki vera komið nógu skýrt inn í hausinn á þeim sem eru að stýra lífeyriskerfinu að það erum við, fólkið í landinu, íslenski launþegar og almenningur sem eigum þetta kerfi. Hvers vegna er það eingöngu til að kúa okkur og pína og valsa með það og gambla með það í áhættu fjárfestingar vegna þess að þeir eiga að skila 3,5% ávöxtun. Gætu þeir ekki lánað ansi góða ríflega upphæð til þess að byggja svona eins og 5 eða 10.000 íbúðir í landinu þar sem er skortur og eignum og fólk býr inn á vinum og vandamönnum eða í tjaldi niðri í Laugardal. Hafa þeir einhver tíma eins og framkom hjá Ragnari Þór áðan þá hafa lífeyrissjóðirnir tapað ýmsu og venjulega á sínu gamli og áhættu fjárfestingum en aldrei hafa þeir tapað á því að lána hvorki sjóðsfélögum sínum eða þeim sem eru eða lána þannig að við séum við skulum segja 3,5% vextir. Mikið afskaplega væri fallegt ef þeir myndu lána okkur sem eigum þá með 3,5% ávöxtunar kröfu vöxtunum sem þeir eiga að skila. En gera þeir það við Við eigum eftir að álykta, við eigum eftir að koma okkur saman ákveðna grunnþætti sem að við viljum fá út úr þinginu okkar í dag. Við erum ekki bara að koma hingað saman til að hrópa og sýna að við erum reið. Við viljum alvöru úrbætur. Við viljum alvöru lausnir. Og þegar við tölum það að útrýma fátækt á Íslandi sem þjóðarskömm, þá er líka náttúrulega hvernig förum við að því. Ég held að það líðist það engum sem það vill hugsa og spáir í það yfir höfuð að með því að afnema skattlagt á fátæktina og með því að keyra niður okurvexti og verðtryggingu að þá yrði gjörbylting á afkomu láglaunafólks, öryrkja og eldri borgara þeirra sem að lökustu kjörin hafa, það yrði gjörbylting á afkomu þeirra í samfélaginu. Ég var að lesa grein, það er einn fullorðinn maður sem gjarnan hefur skrifað og barist ötulega og ég hefði gjarnan vilja hafa hann sem gest hjá okkur í dag en
hann ekki nógu heilsuhraustur eins og staðan núna, en hann hefur barist hvern einasta dag og skrifað og sendt frá sér greinar, Björgvin Guðmundsson, og ég var að sjá svona eitt lauslegt sem hann nefndi, hann að tala kannski 8.000 einstaklingar eldri borgarar sem ekki hafa haft efni á því að fara til tannlæknis. Ég lögblindur 75% varalegur öryrki og ég segi takk fyrir hvað ég með góðar tennur því ég hef ekki þurft að fara til tannlæknis síðan 2007, annars hefði ég líklega ekki efni á því. En það algjört lágmark. Við gerum ekki meiri kröfu heldur en þá að fá að halda við þá launaþróun sem almennt í landinu og okkur tryggð með 69. grein almannatryggingalaga. Það sem við höfum viljað gera og viljum láta reyna á, það í rauninni fyrsta lagi málið sem við erum farin í núna fyrir hönd eldri borgara, málið sem að Ellert B. Schram var að segja okkur frá áðan og svo sem gerir mig svo stolt að hann stígur fram og segist myndu standa og félag eldri borgara stendur styrkum stoðum við hlið okkar í baráttunni gegn ríkinu, gegn viðskiptingunni, gegn valdníðslunni, gegn kúuninni, því að þarna ætluðu þeir að taka af því að þeir voru óvart að vinna illa vinnuna sína hátt í 5 milljarða króna af eldri borgurum. Við ætlum að sækja þessa peninga. Og framundan eru fleiri mál. Allt baráttumál, allt réttlætismál, mál sem að snúa að valdníðslu, valdhafana, hvernig þeir valsa yfir okkur á skítugum skónum, vanvirða stjórnarskrárvarin réttind okkar til mannsæmandi afkomu, þving okkur til að greiða í lífeyrissjóð til dæmis. Hver það sem getur skipa mér, ef ég með 100.000 krónur í laun, skipa mér að greiða í lífeyrissjóð? Segja mér svo að ég hefi áunnið mér ákveðin réttindi, skerða svo réttindin mína því að þeir eru búin að gambla mikið með það sem þeir fengu nú í lífeyrissjóðinu og hafa tapað einhverju, en þeir leiðrétta það ekki. Ef vel gengur þá skila þeir aldrei tilbaka því sem þeir hafa tekið. Nei, þeir gera það ekki. Og svo algjörlega til þess að býta hausinn á skömminni, að þá ráðast þeir á okkur í stjórnvöld, í greiðslu almannatrygginga, vegna þess að við erum skert krónu á móti hverri einustu krónu sem við fáum, hvort heldur úr lífeyrissjóði eða bara annar staðar. Það eiginlega alveg sama hvar annar staðar. Ef einhver vissi það til dæmis inn í tryggingastofnunina, pabbi hefði gefið mér 100 kall, þá fengi ég bara 100 krónur minna næst. Það bara einfaldlega þannig. Þannig að við ætlum að láta reyna á, það löglegt að lögþvinga okkur til þess að greiða í lífeyrissjóð? Sem sagt lögþvingaður í lífeyrissparnaður, hann löglegur? Við teljum ekki vera. En það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því. Við viljum líka hugsa öryrkja. Ég hef gjarnan verið spurð á því, hvernig með ykkur þarna í þessu flokki fólksins? Eru þið bara alltaf hreint að skilmast fyrir eldri borgara? Skiptum við öryrkjar engu máli? Ég segi, við eigum Öryrkjabandalag Íslands, við eigum regnhlífarsamtök sem eru yfir tugum aðildarfélaga. Öryrkjabandalagið hefur gjarnan gengið fram og enn að gera fyrir hönd öryrkja og í endalausum málaferlum við ríkið. En Öryrkjabandalagið ekki í máli við ríkið sem lítur að framfærslu okkar og þeim rétti sem við eigum til mannsæmandi lífs. Og Öryrkjabandalagið ekki í málaferlum gagnvart 69. grein almannatryggingalaga sem kveður skýrt á það að við eigum rétt á því að fylgja almennri launaþróun í landinu. Ég leyfi mér að efa það að nokkrum öryrkja hefði leiðst að fá leiðréttingu afturvirkt, jafnvel þó það væri ekki alveg til 2009 þegar þeir voru að byrja að skerða okkur, þó það væri ekki nema í 2 ár afturvirkt. Og ég vil líka leyfa mér að efast það að við myndum ekki dansa algjörlega og kveikja stríðseld í garðinum að gleði ef við fengjum allt í einu 200.000 kall á einum mánuði í hækkun. Það væri eiginlega bara alveg ótrúlegt. En
En staðreyndin svo að þeir háu herrar sem sitja venjulega og eru valdir til þess að stjórna, þeir hafa ekki hugmynd hvað það að vera fátækur. Þeir tala að þetta orð sem farið að nota, þetta hugtak, það bara farið að nota það í tíma og ótíma. Þeir telja það bara vera að missa marks. Þeir draga fram alls konar skröktölur til þess að búa til ímynd á því að við séum að ýkja hér raunverulega ástand sem í samfélaginu í dag. Við erum ekki að ýkja það. Það eru 100.000 aðildafélagar sem eru undir Alþýðusambandi Íslands. Maður getur spurt sig hverjum í veröldinni dettur í hug að láglaunafólk á Íslandi hafi það gott. Við gætum búið á verri stað eins og ég segi þegar einhver segir við mig, en ég meina það hlýtur að vera hræðilegt að vera fátækur annar staðar. Það hlýtur þó að vera skárra að vera hér. Já, það skárra að vera hér. Ég skal viðurkenna það. Ég vildi ekki vera fátæk í Sómalíu. En ég meina við getum ekki lagað allan heiminn. Við hljótum að verða að byrja einhvers staðar og við viljum byrja hér. Það bara eitt við getum gert í einu hér. Hvernig stendur á því að slík lítilsvirðing borin fyrir fullorðna fólkin okkar sem raun ber vitni? Hvernig stendur á því að fullorðna fólkið okkar, eldri borgararnir okkar, fá ekki að leggjast áhyggjulaus á koddann sinn á kvöldi? Það vitað að því eldri sem við verðum, því áhyggjufyllri verðum við. Við sjáum í rauninni, það fylgir því að verða fullorðin mjög mikið að það fylgir kvíði, óöryggi. Fullorðna fólkið okkar oft orðið eitt, það búið að missa maka sinn. Unga fólkið það mikið að gera að það einhvern veginn eins og það gleymist bara. Við viljum ekki gleyma fullorðna fólkinu okkar. Við viljum ekki að það sé áhyggjufullt þegar það leggst á koddann á kvöldin. Þess vegna erum við hér. Við erum öll saman hér í dag að því við ætlum að breyta. Og ég trúi því í hjartanu að það sé akkurat núna, tímapunkturinn, þetta sumarþing í dag, það fyrsta skrefið í áttina af stórkostlegum breytingum sem við eigum eftir að upplifa og á núna, til dæmis eins og við, þessi hópur sem samankomin hér í dag, við erum ekki hópurinn sem situr heima og segir það þýðir ekkert að mæta þarna, það breytist aldrei neitt, þetta vonlaust og ég meina hvað hefur breyst og það alveg sama hver situr við stjórnun annars slíkt. Það ránt, það ekki sama. En á meðan við veljum eintóma milljarða mæringa til að stýra landinu sem hafa aldrei vita hvað að míga í saltan sjó og sem hafa aldrei þurft að spá í það hvort eigi fyrir steikina og grillið í kvöld og rauðvínsflöskuna á morgun, þá ekki von á góðu. Þessir háu herrar sem sjá yfir höfuð ekki ástæðu til að stíga niður á jörðina til okkar hinna og athuga hvernig við höfum það. En við erum nógu góð til að láta ljúga í okkur fyrir hverja kosningar og lofa okkur öllu fögru. Við erum nógu góð í kjörklefanum, en þess utan þá erum við gleymd. Ég segi einungis, ég þakka ykkur dásamlega fyrir að hafa gert þingi okkar svona stórkostlegt eins og það og það spurningin hvort að við lesum saman ályktunina. Hvað séum við það? Eigum við ekki að lesa saman ályktunina sem við ætlum að birta í blöðunum og allstaðar? Við ætlum að lesa saman ályktunina sem sýnir hvers vegna vorum við hér, hvað viljum við fá fram og nú kemur það. Nú verð ég að setja upp gleraugun og lokið augunum vegna sér svo næst sín. Sumarþing fólksins haldið í Háskólabíó í Reykjavík þann 15. júlí 2017. Og það eins gott í samþykki því ég segi samþykkir. Að skora á alla að sameinast jafnari hagsæld fyrir okkur öll. Byggja saman nýtt og betra Ísland þar sem fátækt ekki skattlögð og fólki mismunað eftir efnahag og þar sem að stjórnarskrárvarin réttur okkar ekki fótum troðin af sitjandi ráðamönnum hverju sinni. Nýtt Ísland þar sem okurvextir og verðtrygging lána heyrir sögunni til og öllum gert kleift að koma sér þaki yfir höfuðið. Sumarþing fólksins ályktar að lífeyrissjóðirnir
sem eru eign fólksins í landinu komi þegar í stað að fjármögnun að minnstakosti 3.002 til 3 herbergja íbúða fyrir þá sem lægst hafa launin, ásamt því að fjármagna uppbyggingu allra þeirra hjúkrunarheimila sem nauðsynleg eru talin til að uppfylla þá þjónustu sem eldri borgarar þurfa á að halda. Sumarþing fólksins ályktar að dómstólar verði látnir skera úr lögmæti stjórnvalda á lögþvinguðum lífeyrissparnaði og einnig lögmæti þess að skerða greiðslur almannatrygginga til lífeyrisþega á kostnað áður áunninna lífeyrisréttinda. Og að lokum, Sumarþing fólksins ályktar og krefst samstöðu allra Íslendinga að fátækt og mismunun sé útrýmt með meiri ábyrgð þeirra sem að stjórna, þannig að þeir vinni sem einn fyrir alla og allir fyrir einn. Takk fyrir. Já, við þakkum Ingu fyrir skörulega ræðu og við þakkum vonandi og samþykkjum þessa ályktun sem nú frammi fyrir okkur til þess að hugleiða. Og það komið svona að öðrum kafla fundarins og þá býð ég gesti fundarins sem eru sérstaklega tilkvaddir að flytja hér stutt ávörp. Það formaður PIP Ísland samtök fólks fátækt Ásta Dís Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Hér hefur verið hver eldhuginn og fætur öðrum og þannig bara heiður að fá að leggja orð í belg. Ásta Dís heiti ég Guðjónsdóttir. Ég í forsvari fyrir PEP Ísland, samtök fólks í fátækt. Þetta eru samtök sem eru fyrir alla sem að búa við eða hafa búið við fátækt. Og áður en ég fer lengra út í þetta eru samtök sem tilheyra EAPN sem að vinna gegn fátækt á Evrópugrundvelli. Og það hægt að finna inn á Facebook síðun okkar sem heitir PEP Ísland, samtök fólks í fátækt, nánari útskýringu á EAPN. Ég ætla ekki að fara að eyða tíma okkar í það hérna. En mér langar líka til þess að minnast á það á mánudaginn kemur, þá verðum við með svona smá grillhátíð, þar sem við viljum bjóða fólki sem að sér sér fært að mæta til okkar upp á grillaða pilsur og hafa pínlítið gaman saman. Þetta sem sagt líka inn á síðun okkar. Þannig að þessi viðburður verður á mánudaginn milli 3 og 5 í Krika við Elliðavatn. Þið getið fundið þetta þar. Ég ætla sem sagt að tala aðeins fátækt. Hvað fátækt? Einhvern veginn þá þarf að vera hægt að mæla þetta og mælikvarðinn sem notaður í Evrópu í dag sá að skoða meðaltekjur þjóðarinnar og draga síðan línu við 60% mörkin, þannig að þeir sem séu einungis með 60% af meðaltekjum þjóðarinnar séu á því sem kallað poverty risk. Og þeir sem eru þá með enn lægri innkomu en þetta teljast þá eiga við fátækt að stríða í þeim skilningi að þeir eiga kannski ekki fé til að lifa af, en ekki nóg til að eiga líf. Eins og sagt á ensku, when you have the means to be alive, but not to live. Að auki listi upp á 9 matsatriði sem að Eurostat hefur birt, þar sem þú flokkar sem fátækur ef að 4 atriði eiga við þig, en ef að 5 eða fleiri atriði eiga við, að þá telstu sárafátækur. Og þessi matslisti þarf hægt að fletta honum upp. En það mikilvægt að skilja að það velur sér enginn að vera fátækur. Þetta ekki svona,
já, ég ætla að verða hárgreiðsludama, ég ætla að verða fátækur. Þetta virkar ekki þannig. Það velur sér þetta enginn. En þegar að farið í að skoða ástæður fátæktar koma í ljós nokkuð lykilatriði sem að sérfræðingar innan Evrópu hafa sammælst að eru eftirfarandi. Það eru tekjutakmarkanir, það er atvinnuleysi, það eru láglaunastörf, það eru lágar bætur, atvinnuleysisbætur, örorku og ellilífeyrir. Það er skortur á menntun og starfskunnáttu, það er fjölskyldustærð og gerð, það er kyn. Það ætti kannski að hafa lagast aðeins í okkur með nýðri jafnlaunastefnu, eða ég vona það að það fara að verða úr sögunni. Það er fötlun, bágheilsa, þar sem einstaklingar hafa hærri útgjöld og geta jafnframt ekki bætt við sig vinnu eða tekjum. Það er að vera úr minnihlutahópi, eins og til dæmis innflytjendur eru. Það er þegar að mikill ójöfnuður er innan samfélags, þar sem bilið á milli tekjuhæstu og tekjulægstu verður óbrúanlegur og fækkar í tekjuhópunum þarna á milli. Og að síðustu að búa afskekt eða í sveitarfélagi sem veitir ekki stuðning, svo sem með atvinnuvegi, húsnæðismál, samgöngur og svo framvegis. En allir eru þó sammála að fátækt er ekki náttúrulögmál, heldur afleiðing pólitískra ákvarðana sem hafa afdrifarík, mannskemmandi áhrif á þá sem fyrir þeim verða. Og allir sem hafa reynt að vita að fátækt er ekki aumingjaskapur. Það þarf kjark, áræðni, hörku, úthald, styrk og útsjónasemi til að takast á við hvern einasta dag í jafn erfiðum aðstæðum og fátæki þurfa að takast á við. Einangraður á bak við skömmina sem fylgir fátækt í ríku samfélagi. Því þannig þurrkast varaforði einstaklingsins hraðar út af lífsbatteríinu og við endum í heilsufarslegri og andlegri kreppu ásamt félagslegri einangrun, því þannig býr kerfið til öryrkja. Það er staðreynd að félagsleg og heilsufarsleg vandamál finnast í auknum mæli í löndum eins og okkar sem teljumst til ríkra þjóða. Það skiptir því meira máli að það sé jöfnuður í samfélaginu en að telja hve ríkar þjóðir eru í heild þegar horft er til fátæktar. Við þurfum að horfast í augu við að fátækt er ofbeldi. Við þurfum að sýna stjórnvöldu fram á það líka og það getum við einungis gert ef við stöndum saman. Fátækt hrifsar til sín mennsku okkar svo að hlutskiptið verður vonleysi, skömm og þjáning. Þeir sem ekki þekkja fátækt segja að hún sé ekki samfélagsmein, heldur persónuleg klemma, vanhæfra, efnalausra einstaklinga sem kunna bara ekki að pluma sig. En allir með snefil af skilningi á veruleikanum ættu að vita að það getur enginn grafið sig upp úr fátækt með því að vinna harðar eða neita sér fleiri fríðindi. Vitið þið einhvern sem hefur getað keypt sér hús bara með því að borða ekki steikur eða ferskt ávöxt og grænmeti? Ég held að það sé ekki sparnaður sem nýtist til að koma þaki yfir höfuðið. Það kostar nefnilega mun meira að vera fátækur en að vera ríkur. Hinir fátæku eru ekki í stöðu til að semja verð eftir hentugleika og fá ekki fría hluti út á frekari kaup. Hinir ríku geta hins vegar fjárfest í öllu gróðvænlegu og auðveldlega svikist undan skyldum sínum við samfélagið. Kerfið er nefnilega búið til af hinum ríku og vinnur stanslaust gegn okkur fátækum. Ég, rétt eins og þið hérna inni, og hver einasta af þessum hvort sem þið viljið tala 4.000 eða 6.000 manns, eftir hvað skilgreiningu notuð á fátækt. En ég og hver einasta af þessum einstaklingum hér á landi er manneskja með vonir, væntingar, drauma og þrá. Rétt eins og hver annar. En ég hef líka gildi. Ég hef manngildi sem manneskja og ég hef margt til að bera. Það er af því að við skiptum öll hér inni. Við skiptum öll máli. Við höfum öll einhvað til málan að leggja. En fátækt og misskipting auðs er óréttlæti sem versnar með ári hverju og ef við berjumst ekki gegn því, þá erum við að samþykkja óbreytt ástand. Ef við viljum gera eitthvað í þessu í alvöru, þá breytum við viðhorfi þjóðarinnar og við byrjum á okkur hér og nú. Þjóðfélagi verður að hætta að líta niður á þá sem búa við fátækt. Tökum höndum saman, skilum skömminni þangað sem hún á heima og hættum að líta á fátækt sem eitthvað skammarlegt. Fátækt er ekki aumingjaskapur. Við breytum samfélaginu.
Takk fyrir mig. Við þökkum Ástu Dís fyrir og ég viss að ræða hennar snert okkur öll. Nú býð ég í ræðustól formann Bótar, Guðmund Inga Kristinsson, sem jafnframt einnig varaformaður Flokks fólksins. Guðmundur, gjörðu svo vel. Þingfélagar, í skýrslu Landssambands lífeyrissjóða frá því í febrúar 2017 samanburð á lífeyrissjóðskerfum 5 landa sem eru Ísland, Bretland, Danmörk, Holland og Svíþjóð, komst ég að þeirri niðurstöðu að það þyrfti að breyta nafninu á þessum landssambönd lífeyrissjóða vegna þess að eftir skýrsluna hef ég eiginlega talið að það ætti að heita Landssamband lífeyrissjóða. Kemur fram að vernd gegn alvarlegri fátækt náð með því að taka öryrkja út úr skýrslunni og bara á Íslandi skerða allar tekjur umfram lágt frítekjumark lífeyri frá hinu opinbera. Til að ná Íslandi undir 4,6% fátækt hjá lífeyrissjóðnum varð að taka alla öryrkja út úr skýrslunni, sameina almenna lífeyrissjóðskerfið við opinbera til að búa til eitt kerfi úr 2 gjörólíkum réttindakerfum þar sem opinberkerfið helmingi betur en það almenna. Íslenska kerfið sker sig úr með mikilli tekjutengingu lífeyris úr opinberum kerfum. Ísland jafnframt eina landið þar sem lífeyrir úr opinberum kerfum fellur niður ef tekjur frá lífeyrissjóðum fari við tiltekin mörk, segir í samanburðarskýrslu lífeyriskerfi þessara 5 landa. 4,6% fölsun á fátækt bara 2000 manns, en ef rétt hefði verið staðið var ekki undir 5000 manns í lífeyrissjóðskerfinu í sárri fátækt og 15.000 manns í fátækt. Í skýrslu Landssamband lífeyrissjóða frá febrúar 2017 eru tölur frá 2013 miðgildi ráðstöfunartekna notar á móti lágmarkslífeyrir 2016. Öryrkjar, hvort sem hann býr einn eða með fullfrískun launa eða lífeyrisþega, fá ekki að vera í skýrslunni. Þetta gert til að ná lífeyrissjóðsgreiðslunum til ellilífeyrisþega upp fyrir fátæktarmörk. Að bera saman rangar upplýsingar miðgildi lífeyristekna frá 2013 við 2016 og taka öryrkja út úr samanburðum til að ná bara 4,6% lífeyrisþega undir fátæktarmörk fáránlegt. Að gera þetta einnig með því að hræra saman opinbera lífeyrissjóðskerfinu og almenna kerfið sorglegt. 400.000 krónur tekjur í almenna lífeyrissjóðskerfinu í dag skila bara rúmlega 200.000 krónum í lífeyri, en rúmlega 300.000–400.000 krónur í opinberakerfinu. Þá eftir að skatta og skerða og keðjuverkandi skattaskerða á þessum lífeyrissjóðsgreiðslum. 360.000 krónur eru fátæktarmörk í dag ef miðað við 50% gildi við meðallaun í landinu í dag. Meðallaun í landinu, Þorsteinn Víglundsson, velferðarráðherra, var að hæla sig því að þeir komu yfir 700.000. 360.000 samkvæmt því helmingurinn. Ef við tökum 60%, eins og var talað í sambandi við, þá erum við að tala 420.000. Undir því fátækt. Ríkið byrjar að skatta við 145.000 krónur sem skattur á sára fátækt, sem ofbeldi og mannréttindabrot af verstu gerð. Þá eru skerðingar þar sem ríkið rétti til dæmis dánabætur með vinstri hendinni og slær svo viðkomandi illa með þeirri hægri til að ná bótunum aftur tilbaka árið seinna. Þetta mannvonska
og fjárhagslegt ofbeldi af verstu gerð og því ber að hætta strax. Skattbyrði á Íslandi er 3. hæst í Evrópu sem hlutfall af landsframleiðslu. Bara Svíþjóð og Danmörk eru hærri. Hátekjuskattur er lægri en flestum nágrannaþjóðum og þá einnig fyrirtækja og fjármagnsskattur. Innheimta Íslendingar 45 milljarða króna minni í þessa skatta en okkar næstu nágrannar. En í staðinn tekur ríkið þessa skatta af okkur. Hvað er ríkið að borga í lífeyrissjóðslaun á ári á Íslandi? Það eru 90 milljarðar. Eru við sem eru á lífeyrislaunum að borga fyrir allt með sköttum og keðjuverkandi skerðingum á launum okkar? Svarið er já. Ríkið er ekki að borga krónu í lífeyrir eldri borgara og öryrkja. Skattar, skerðingar, keðjuverkandi skerðingar á lífeyrissjóðslaun duga vel fyrir því sem ríkið þykist vera að greiða og það er meira að segja afgangur. Ríkið græðir á lífeyrissjóðskerfinu. Ef við tökum dæmi það að ég var í endurskoðunarnefnd almannatrygginga þegar loksins var gengið frá endanlegu niðurstöðu. Ég neitaði að skrifa undir það og ég setti sér álit inn. Og það er mjög skrítið að í þessari nefnd sátu alltaf saman 2 einstaklingar og það sást aldrei hvor var hvað. En annað þeirra var Gylfi Arinbjörnsson frá samtökum ASÍ og hinn var Hannes Sigurðsson frá samtökum atvinnurekenda. Og fyrir hverju börðust þeir mest í þessari nefnd? Það var tvennt sem var þeirra aðalhugarefni. Hækka skerðingar á lífeyri úr 38% upp í 45% og hitt að taka frítekjumörk í burtu. Við verðum að átta okkur á því að það er til lög í landinu sem banna vinnuþrælkun. Hvernig í ósköpunum getum við þá leyft það að það sé sagt við eldri borgara og öryrkja þið megið fara að vinna en þið fá ekkert fyrir vinnuna ykkar. Þið megið vinna ykkur 110 skall en þið fá ekkert fyrir það. Þið skuluð borga fyrir það vegna þess að við 110 skall þá eru þið skert annars staðar. Og þið þurfa líka að standa straum af kostnaði að fara úr og í vinnu. Hver býr til svona kerfi? Hver viðhaldir svona kerfi? Jú, stjórnmálamenn undanfarinna ára, ríkisstjórnin undanfarinna ára hefur hver á að fætur annari ýtt undir þetta kerfi. Árið 1988, þegar var tekið upp staðgreiðsla skatta, var lífeyrisgreiðslur eldri borgara og öryrkja skattlausar. Plús það að við áttum 30% upp í lífeyrissjóðinn. Þetta þýðir á mannamáli í dag að við ættum að vera með 310.000 lágmarki skatta og skerðingarlaust útborgað. En hvað erum við að fá? 200.000 krónur er meðaltalið og það er langt undir og það er sárafátækt. Og ég geri kröfu það að við sjáum til þess að það sé farið að lögum í þessu landi, að það sé mannréttindi séu virt og að við gerum strax kröfum það að ekki hætta að bara skatta fátækt, heldur skulum við hætta strax sem er orðið stórvandamál að skatta sárafátækt. Hver gerir svoleiðis? Ekki við. Takk fyrir. Það var talað tæpitungulaust og mikið er ég stoltur að hafa heyrt varaformann Flokks fólksins fara í sporin hennar Ingu og tala ekkert síður en hún. Mikið hefði ég viljað sjá hér marga þingmenn sem hefðu verið hér að hlusta á þessar ræður. Ég hef þó séð einn og ber virðingu fyrir því að hann skuli vera með okkur. Nú
Nú komið að kaflaskilum í fundinum og ég bið að það sé aðeins sett meira ljós í salinn svo að það sjáist hverjir biðja orðið og ég hef kynnt það að menn geta beðið, það hægtinga, að tala stuttar fyrirspurnir eða eitthvað sem að mönnum liggur mjög á hjarta, þá gefum við möguleika á því í nokkrar mínútur. En ég verð harður með þennan fundartíma sem ég talaði áðan. Ekki menn hér til hlíðar með tæki til þess að menn geti talað í mikrofón? Eru einhverjir sem óska eftir að leggja til mála? Það enginn sem að... Já. Hvar er tækin? Sæl, Helga Björk frá aðgerðarhóp háttvirtra öryrkja og aldraðra. Já, gjörðu svo vel. Ég ætla að beina þeirri áskorun til Ragnars Þórs Ingólfssonar vegna þess að hann svo talnaglöggur maður að finna út fyrir mig hvað kostar að reka hjálparstofnanir í dag. Þá er ég að tala launakostnað, ég er að tala kostnað við húsnæði og starfsfólk yfir höfuð, því að við hefum ekki komið að því enn hér í dag að samkvæmt 76. grein stjórnarskrárinnar eiga allir rétt á fæði, klæði, húsnæði og menntun. Og ég kannaði það sjálf, tók sjálf upp símtólið og hringdi í Sorpu og það er dýrara að fara með afgangsmat í hjálparstofnanir en í Sorpu og ég ætla að beða þig að hjálpa mér að reikna þetta út. Vildir þú vera svo vegn, Ragnar? Takk fyrir. Já, einhverjir þarna megin sem voru að biðja að koma með fyrirspurn eða óska eftir því að taka til máls? Ægir óska heiti ég. Sko, það sem við stríðum við í dag, að við erum með embættismannakerfi sem stjórnar öllu hérna. Við erum með framkvæmda vald sem að fara yfir löggjafan og það skiptir einhver máli hvað fólk fer á þing. Þessi þingmenn sem eru í dag, þessi þingmenn sem hafa verið, þeir breyta engu. Þeir verða að hlúta þeim lögum og þeim fyrirmælum sem að embættismannakerfi, stjórnkerfið, stjórnsýslan gerir í dag. Besta ræðan að þessum mönnum í dag var frá Guðmundi Inga. Það sem þarf að gera hér, að það þarf að hækka skattleysismörkin umfram allt, sem númer 1, 2 og 3. Að hækkun launa ekki aðalatriði. Það þarf sko að vera að borga skatta þegar þú komin 140.000 krónur bara fáránlegt. Sko ég fór að fundi á Ingu og Flokk fólksins og spurði Óla Íslandsson hækkun skattleysismarka upp í 300.000. Hann sagði að þetta myndi aldrei gerast. Þetta sko það sem skiptir máli og svo nýjasta útspilið sem að þessi stjórnvöld að koma í dag fyrir unga fólki. Hvað við að gera fyrir unga fólki í landinu? Það að koma með startlán. Þetta fáránlegasta hugmynd sem nokkur sem hefur komið fram með. Það sem við þurfum að gera hér á landi, það að setja embættismannakerfinu, stjórnkerfinu, stjórnsýslunni, stóli fyrir dyrnar og sýna hverjir ráða. Þeir stjórna ekki hér. Það bara númer 1, 2 og 3. Takk hérlega fyrir. Einhver hérna megin til hægri frá mér? Ekki, en vinstra megin? Já, það þarf einhver að koma með tæki. Enginn með tæki hér til þess að... Halló. Já. Ég vil byrja á því að þakka framsögumönnum fyrir mjög fróðleg og góð erindi. Nafnið þitt? Sveinn Björnsson heiti ég. Og ég vil þakka þeim fyrir þetta og þakka þeim sem hafa talað hérna og allt það sem hefur komið fram. En það eitt sem að vantar og það ekki von til þess að neitt af þessu gerist og rætist nema við gerum tvennt eða þrennt. Og það fyrst og fremst að fækka ráðherrum.
Númer 2 þarf að fækka alþingismönnum og númer 3 þá fækkar embættismannastóðinu og þetta þarf að gerast. Takk fyrir. Þetta gott. Menn halda alveg við tíman. Hérna var, ertu með tækið, Sigurður? Hérna, já, gjörðu svo vel. Já, nú veit ég vil þakka systemi fyrir að búa þetta stóra batteri til. Nú vil ég hvetja verkalýðsfulltrúana að koma liðið í burtu á Harry og taka minn með sér frá Húsavík. Takk fyrir. Takk fyrir. Sigurður. Hérna. Góðir fundamenn, Einar Guðmundsson heit ég. Ég ætla að byrja á því að þakka frummælendum hérna. Þeir hafa staðið sig alveg geysilega vel og eru bara máttarstólpar þessa fundar. Og ég verð að segja eins og að það sem að svíður á mér sérstaklega að það eru allar þessar skerðingar sem að Tryggingastofnun ríkisins framkvæmir á öllum bótum til bótaþega og það var fyrrverandi formaður Landssambands eldri borgara sem að skrifaði grein í Morgunblaðið í janúar síðastliðinn og hann fór fram á það að allar greiðslur sem yrðu greiddar út úr Tryggingastofnun ríkisins yrðu algjörlega skattfrjálsar, að það yrði engin skattur greiddur af þeim peningum sem þaðan yrðu greiddir út. Og ég tel, því að þetta nú fyrrverandi sterkur sjálfstæðismaður og ég tek undir það sérstaklega með þeim aðila að þetta réttlát krafa og við höfum öll að fagna því að allar greiðslur sem að Tryggingastofnun að greiða út að þær eiga að vera skattfríar og skerðingar sem stofnunin hefur ástundað undanfarin ár og ég hef mikið orðið fyrir þeim sjálfur persónulega að þeim þarf að linna. Takk fyrir. Ég er sammála, hún að höra fyrir líka mörgum miljónum. Eru fleiri sem að... Nei, Sigurður. Góði fundagestir, ég heiti Hólmfríður Rögnvaldsdóttir. Mér langar að leggja fyrir hann Ragnar eina spurningu. Ég er mjög hrifin reyndar, ég ætla nú bara að segja það fyrst, ég er mjög ánægð með hann. Ég er í Verslunarmannafélaginu, eða var reyndar, ég er nú ellilífeyrisþegi, þannig mér skilst reyndar var ég nú öryrkjum tíman og þá var mér nú hent út og það væri nú alltaf gaman að fá að vita af hverju það var. En mér langar að spyrja þig, geturðu sagt mér hver ákveður laun efstu manna í lífeyrissjóðunum og í lífeyrissjóðunum? Hverjir eru það sem ákveða þessa 200 milljónir eða guð má vita hvað þetta fólk hefur? Takk fyrir. Halló? Ragnar, viltu svara þessu strax? Já, ég skal svara þessu. Heyriði mér? Þeir sem að taka ákvörðunir alla þessa hluti, það er ekki framkvæmdastjórinn sjálfur í Framtakssjóði Íslands sem tekur ákvörðun það að skammta sér 20 milljónir á einu bretti. Það er alveg á hreinu. Það eru stjórnirnar sem taka þessar ákvörðunir. Og hverjir skipa þessar stjórnir? Það er mjög mismunandi en svona til þess að einfalda máli þá er það verkalýðsfélögin sjálf til jafns við atvinnurekendur. Í lífeyrissjóði Verslunarmanna til dæmis þá skipa VR 4 sæti á móti atvinnurekendum sem að skipa 4 sæti. Og það er ein leiðin allavega sem ég er að vinna í að það er að pressa á stjórnarmenn okkar að taka á þessum málum að öðrum kosti verði þeim skipt út. Takk. Ragnar, það kom fyrirspurn áðan til þín í sambandi við frá
Helgu? Fyrirspurnin var sem sagt að kanna rekstrakostnað hjálparstofnana og ég kinkaði bara kolli. Ég ætla að skoða þetta fyrir hann. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Halló. Halló. Það heyrist. Tala bara hátt. Góðan daginn. Áki heiti ég, formaður átaksfélags fólks með þroskahömlun. Ég hef með spurningu til mannsins sem var með í ræðunni hérna áðan frá félaginu Bót. Það með heyrist að vera frá Guðmundur Ingi. Ég hef með spurningu, einhver stefna hjá ykkur sem félag að ráðast gegn Tryggingastofnun að breyta kerfinu fyrir okkur öryrkja þannig að við fáum ekki þessa endalausu skerðingar fram og tilbaka og þetta gengur ekki lengur og ég vil bara segja það að ég nýr formaður átaks og ég fyrsti kallformaðurinn í félaginu og ég vil breytingar fyrir okkur öryrkja og við sem erum með fötlun og ég boða til samstarfs að við förum gegn Tryggingastofnun og það verður að koma breytingar. Takk fyrir. Já, það eru aðeins þeir sem í pallborði sem svara fyrirspurnum en þetta hluti af þeirri ályktun sem hér að við ætlum að ráðast í þetta. Eru fleiri? Ég ætla aðeins að svara vegna þess að málið þannig háttað að allt sem varðar Tryggingastofnun ríkisins inn á hjá Þorstíni Víglundssyni velferðarráðherra. Þangað munum við beina okkar kröftum. Bót hefur staðið fyrir mótmælum þar fyrir utan til þess að reyna að knýja á eitthvað en það þarf að gera meira og til þess að standa í þessu baráttu þá ég í stjórn Sjálfsbjargar í Reykjavík, Sjálfsbjargar landssambandsins, kjarahópi Öryrkjabandalagsins og í Evrópusambandinu gegn fátækt og félagslega einangrun ásamt Flokki fólksins og ef við stöndum saman þá breytum við þessu og við ætlum að breyta þessu. Sigurður, það hérna. Hæ, Ingibjörg Dóra heiti ég öryrki. Mér finnst svo fáránlegt að það þarf alltaf að hugsa peningamálin, skerðingar. Þá má vinna bara þetta mikið, þá kannski skerðist þessi króna á móti vinnum. Öryrkjabætur skerðist á móti vinnu. Mér finnst að öryrkjar mega bara vinna eins og þau vilji bara geta og treysta sig til en peningurinn sem maður fær, öryrkinn, hann bara til viðbótar. Og mér finnst fáránlegt að þau eru alltaf, til dæmis maður má ekki vinna ákveðið mikla prósentur, þá skerðist krónu á móti krónu. Af hverju þarf öryrkinn að hugsa svoleiðis? Af hverju má ekki bara vinna, bara eins og öryrki treysti sig til og fá bara öryrkjabæturnar bara ofan á. Mér finnst að það ætti að vera það. Út af því að margir öryrkjar sem eru búin að mennta sig í ýmsu og geta jafnvel unnið við það sem þeir eru búin að mennta sig í. Nei, það með bara vinna í 50%. Mér finnst að það á líka að hugsa þetta. Takk fyrir mig. Núna finnst mér að það sé komið að því að fara að sjá fyrir endan á þessu fundi en áður þá vil ég bjóða þeim sem í pallborði að segja nokkur orð áður en fundi verður slitið. Og nú förum við öfuga röð þannig að Inga þú hefur orðið fyrst. Sitt bara hér. Halló. Mér langar til að bregðast við því sem að unga konan var að spyrja hérna áðan, bara síðustu spurningu. Hvers vegna fáum við ekki að vinna ef við treystum okkur til. Mér langar að segja ykkur það að Svíar tóku sig til hérna fyrir nokkrum árum síðan og afnámu öll frítekjumörk. Þeir afnámu allar skerðingar á vinnu vegna þess að einhverja hluta vegna þá áttuðu þeir sig á því að með því þá voru allir að græða.
Vegna þess að auðvita ef að okkur gert kleift að vinna með þessum almannatryggingalögnum sem að okkur eru rétt, að þá munum við náttúrulega greiða fullan skatt af því. Í dag ástandið þannig í samfélaginu, hingað vantar vinnufúsar hendur, hér flutt inn fólk frá útlöndum til þess að vinna hér og jafnvel verða að brjóta öll réttindi á því fólki. Það síðan sendt heim til sín aftur eftir 3 mánuði til þess að losna við að borga því skatta og skyldur. Það sannarlega þörf á vinnufúsum höndum í samfélaginu og þess vegna viljum við berjast, alveg eins og Svíar gerðu, við viljum berjast fyrir því að afnema alla skatta og skerðingar og ef einhver kostur og okkur geti liðið það vel einhver daginn að við getum unnið þó að væri ekki nema hálfan daginn þessa vikuna og kannski allan daginn hina vikuna, að gefa okkur minnstakosti kost á því að eiga val. Ragnar Þór, vilt þú bæta eitthvað við í lokin áður en við berum upp? Svo berum við upp tillöguna allra síðast. Já, ég ætla nú kannski bara að fá að þakka ykkur kærlega fyrir fundinn og fá að eiga þetta samtal við ykkur og óska ykkur bara gleðileg sumars það sem eftir að því. Já, halló, heyrist í mér? Ég ennþá bara djúpt snortin yfir því að hafa séð þennan gríðarlega fjölda sem að sér sér fært að koma hér 15. júlí. Að þessi salur skuli vera hér fullur segir mann ekki nema eitt að við þurfum að gera miklu betur og ég alveg sammála því sem að hér hefur komið fram að það grátlegt ef að skilaboð frá þessum fundi berast ekki þeim sem að fara með völdin. Og ég fullyri það að við Íslendingar, við erum svo rík þjóð, við búum yfir svo miklum náttúruauðlindum, hér á enginn að þurfa að líða skort, ekki einasti. Það þarf bara að lokum, það þarf bara að skipta þessum auðæfum með sanngjarnum og réttlátum hætti á milli okkar allra og enginn á að þurfa að líða skort og ekki geta haldið mannlegri reisn. Takk fyrir mig kærlega. Ég sé ekki næstur. Halló. Gjörðu svo vel. Heyrist í mér núna? Já. Vertu alveg nálægt þessu? Það heyrist vel. Ég nú búin að vera formaður í Félagi eldri borgara frá því í febrúar, svo ég nú bara ungviði ennþá. Það ekki fyrir þá sem ég áttaði mig á því að ég var orðinn gamall. Og eftir að við hafi verið þarna þessa mánuði þá hef ég samfast það að þjóðfélagið, mér finnst að þjóðfélagið sé frekar sinnulaust þegar kemur að málefnum eldri borgara og ég fór nú yfir þetta bildi hér í ræðu minni áðan og það mikið verk að vinna og það þarf að halda þessum sjónarmiðum okkar og málefnum eldri borgara í sviðsljósinu og það þarf svo sannarlega margt að gera á þessu vettvangi. Hvort að mér tekst að breyta einhverju eða ekki, þá allavega ég mjög ánægður með þennan fund og ég þakka fyrir að mér hafi verið boðið hingað. Mér finnst að hér hafi verið flottar, fínar ræður, minni kannski undanskildu. En ég þakka bara fyrir að fá að vera hérna og vona að þetta beri einhvern árangur fyrir eldri borgara á Íslandi. Takk. Þá ber ég upp þessa tillögu sem að formaðurinn las hér og hér á skerminum. Ekki alveg óþarfi að ég fara að lesa tillöguna upp aftur. Eru ekki allir hér tilbúnir að rétta upp hendi og samþykkja þessa tillögu? Þakka fyrir. Einhverjir á móti? Ég sé enga hendi, þannig að þessi tillaga samþykkt sem ályktun og við klöppum fyrir henni. Og þá bið ég Ingu Sæland að slíta þinginu og ákveða með hvaða hætti við gerum það.
Enn á ný þá segi ég, kæru félagar og vinir, tökum saman höndum hvar í flokki sem við stöndum og ég gæti ekki verið þakklátari og auðmjúkari en ég er akkurat núna þegar ég fengið að sjá viljan og baráttuna sem þið hafið komið með hingað til okkar í dag. Þannig leið og ég lýsi þessu fyrsta sumarþingi okkar fólksins slitið, þá segi ég að við göngum hérðan út og spilum baráttusöngin okkar og við syngjum hann saman á leiðinni fram. Hvað segjum við það? Og við hittumst á nýju þingi fljótlega, þó ég segi nú ekki kannski í sumar, en það kemur vetur, við ætlum að sýna aðhald, við höfum brettubærmar og nú er það okkar að fylgja því eftir. Takk fyrir ykkur og takk. Lífsins launum að ykkur